Góða kvöldið og velkomin í ljósleiðara deildina. Ég heiti Tommi og með mér, við fáum núna loksins að taka þetta saman, Steipa. Ég búin að vera að bíða eftir þessu lengi. Já. Það heiður að fá að vera á móti þér í kvöld og Sömuleiðis. við sjáum bara hvort að þú komir einhvern veginn yfir á 50-dagsvaktina líka. Já, ég hefði geta verið senasta dag, en aðkallandi veikindi og svo framvegis á stúlkunni og svona, það bara þannig. En þetta var hörku leikur sem þið fengu svo. Þetta var enda mjög góður leikur, ég verð að viðurkenna það. Fyrsta skipti sem ég fæ að lýsa 3 möppum og ég vona að ég fá að gera þetta í kvöld. Það allavega stefnir í það svona ef maður horfir á sítin sko. En eins og segi, fyrsta skipti sem ég fór í 3. möpp og það var svolítið bara skrítið, maður hefur aldrei gert þetta áður, maður bara, já, djók, það kvöldi getur verið lengra. En þá náttúrulega var þetta spennandi sko. Já. Líka Anubis. Fjast líka Fluff með þér. Fluff er náttúrulega bara, þú veist, hann er Gigabrain. Ég ætla ekki að segja X-Pro, en þú veist, hann var upp á sitt besta fyrir smá síðan, vonandi kemst hann á þann stað aftur, en það var gaman að hlusta okkur saman allavega og þið voruð alveg tipp-topp og geggjaður leikur. Og já, eins og þú segir, Anubis eftir breytingu og rosa mikið búið að breytast. Alveg hellingur og að kom reyndar svolítið á óvart hvað, sko, leikmenn voru svolítið að spila eftir miðjunni, maður sá það, menn voru að reyna að fara svolítið í róteitu og nýta þennan nýja glugga, en mér finnst ég samt ekki hafa séð allt sem að, sko, maður vill sjá. Þú veist, að menn voru svolítið feimnir að prófa Anubis þar og ég held að menn hafi bara verið þreyttir eða eitthvað svoleiðis, en við vorum að vonast þetta miklu meira, við tölum um ofvirkur og afsakið ADHD var ég rosalega svona mikið típa til þess að fara og stúdra mappið sömuleiðis með varginn eða mann ekki hitt in-game nafnið hans en já, maður sá þetta fyrir sér vera miklu meiri svona gimmick sem yrði spiluð en það var bara ekkert rosalega mikið af því. Einmitt. Við erum með hörku leik í kvöld en áður en við höldum áfram þá ætlum við að kalla á svið og veita þessa viðurkenningu til Vilhjálms Árnasonar og hann má bara stíga inn á svið. Spennandi að fá eitt stykki í stúdíóð okkar því að þessi maður hefur fært fjöll og fyrnindi fyrir rafíþróttir á Íslandi og við bara viljum veita þér þessa viðurkenningu hér. Takk fyrir allana mikið og óeigingjart starf í þá rafíþrótt á Íslandi og við tökum eftir í það sem þú gerir og vonum innilega að það haldi áfram. Takk fyrir að veita mér þessa viðurkenningu og það hefur bara verið heiður að fá að vinna með rafíþróttasambandinu að þróun rafíþrótt á Íslandi sem íþróttagreinar og það er náttúrulega stóra verkefnið að fá það sem viðurkennt sem íþróttagrein. Og þegar svona mikið frumkvöðlastarf unnið að þá er það okkar stjórnmálamannanna að standa við það og auka hvatan í það að því að svona frumkvæði eins og þið hafið sýnt með að byggja upp þessa íþróttagrein er búið að veita svo mörgum börnum og fólki bara aðgengi að íþróttastarfi og tómstundum sem er bara það mikilvægast í öfla félagsþroska og bara félagsleg tengsl sko. Þannig að ég vil bara miklu frekar þakka ykkur fyrir ykkar óeigingjarna starf og berjast í þessu og það er skylda mín og okkar stjórnmálamannanna aðstoða ykkur við þessu uppbyggingu. Svona áðurum við segjum skilið við þig og þú tekur grip heim og væntanlega hengir upp einhvers staðar. Segðu okkur hvað er á döfinni fyrir þig? Herðu, það er brjálað að gera hjá mér. Ég hef einmitt verið á þinginu núna í 13 ár og verið í miklu sambandi við ykkar fólk og aðstöðu þar. Nú er ég að pæla að skipta vettvang og fara yfir á sveitarstjórnarstig, en ég er að taka þátt í prófkjöri núna á laugardaginn, þar sem er að sækjast eftir að vera oddviti sjálfstæðismanni í Reykjanesbæ og vonandi get ég hjálpa rafíþróttunum þá þar líka og á sveitarstjórnarstiginu. Að því að það er svona sem þetta virkar á Íslandi. Þið eru sérfræðingarnir í að spila og í tölvunum, en svo þurfum við svona innviðir að vera bæði í sveitarfélögunum og ríkið þarf að hjálpa líka. Þannig að það er verkefnið að ég vil fara á nýjan starfsvettvang í að styðja svona samfélagslega uppbyggingu. Þannig að við getum reitt okkur á það ef að þú verður oddvitinn þá er 100% rafíþróttir í Reykjanesbæ. Alveg pottþétt, alla leið sko. Ég fer ekki að hætta hér. Nákvæmlega þannig. Takk kærlega fyrir komuna og til hamingju með viðurkenninguna. Takk fyrir mig og gangi ykkur vel. Takk sömuleiðis. Siggi, bara til að halda áfram.
Hann búinn að gera ótrúlega mikið og já, þetta gestur númer 2 sem við fáum þetta til okkar og já, kannski verið fleiri en allavega 2 eðalmenn sem við erum búin að fá að heiðra og já, Vilhjálmur núna sá nýjasti. Fyrrum var það fyrrum framkvæmdastjóri ljósleiðarans og nú Vilhjálmur Árnason sem bara verðskulda sérstaklega eins og hann segir, hann búinn að standa bak við þetta og við náttúrulega bara sjáum það, við sjáum líka bara, við horfum á dæmi hvað rafíþróttir skipta miklu máli frá grunnskóla aldri og upp, því að ef við tökum bara blikk sem dæmi, alls ekki að segja að hann hafi byrjað að spila endilega í grunnskóla, ég þekki ekki alveg söguna bak við hann, en nýja kynslóðin skiptir svo gríðarlega miklu máli og það endalaust að spilum þetta sem kannski veit ekki í hvað þeim býr, en þetta leiðin til þess að koma að staði og náttúrulega bara við viljum sjá þetta styrkjast upp eins og allar aðrar íþróttir og þá þurfum við að hafa svona stuðning á bak við það. Þetta einmitt frábær punktur sem þú kemur inn á að við þurfum að fá góða innviði í kringum þetta til að halda utan krakkana sem að byrja í þessu og kenna þeim hvernig á að bara stunda sína íþrótt vel og vandlega því að bæði ég og þú ábyggilega þú allan að pottit ég gerði fullt af mistökum í æsku þegar ég var að byrja minn rafíþróttaferil. Já, ég meina klassíska náttúrulega bara ef við horfum á kannski fyrir foreldra sem að kannski eru ekki eins foreldrar sem að kannski ekki alveg eins sjá kannski stereótypuna fyrir sig, en að það að vera með snakkpáka og spila tölvuleiki, en þetta snýst bara svo miklu meira, ég meina það sama getur gert í fótbolta, en það bara löngu búið að byggja upp stuðningin á bakvið og fatta það að heilbrigð næring skiptir máli, hreyfing skiptir máli og ég meina rafíþróttir kannski ekki eins mikið hreyfing, þetta rosalega mikil hreyfing hvað var hugan og þú þarft að hafa hann á hreinu, skák íþrótt eins og allar aðrar íþróttir, en þó sért ekki að hlaupa en það skiptir miklu máli að vera þá kannski með hreyfing á bakvið og þetta eitthvað sem þú kemst að því með því að vera með gott teymi á bakvið þig. Algjörlega, og svona til að transitiona yfir í leik kvöldsins sem KBJ og Vega, þá til að við getum byggt upp yngri liðastörfin sem að eru þessar hreyfingar sem eru þarna úti, tökum bara sem dæmi Blikar hérna í Arena og Fjölnir út í Gráu og svo framvegis, þá erum við með meistaraflokkana og við fáum að horfa á þá. Þetta eru strákarnir sem að spila leikinn á hæsta leveli á Íslandi og þar höfum við það, KBJ Vega. Eigum við stöðutöflu? Bringit. Ég til að sjá stöðutöfluna. En já, herru, ég að fá í eyrun, hún ekki tilbúin, en Vega sitja á toppnum. Sitja á toppnum, þeir eru með 4 stig, búin að vinna báða leikina sína. KBJ, þeir hins vegar unnu bara 1 leik, en hliðin á hvort öðru þá þetta 3. síti á móti öðru síti. Þannig að við erum í raun að horfa á 2 liðin, eða 2 svona bestu liðin og það eru einhverjir sem eru að fylla inni fyrir leikmenn, held ég sikkur liðinu, þannig að ég veit ekki alveg svona hvað við erum að búast við, en ef við horfum á heildarliði bara yfir höfuða þá er þetta svona nokkuð jafn leikur. Ég með stöðutöfluna hérna í skjánum beint fyrir frá mig. Vega á toppnum, 4 stig, Þórsús, Dusty, Hyper, KBJ og Saga öll með 2 stig. Að sjálfsögðu bara 2 umferðar búnar, 3. að hefjast inn í kvöld og síðan IA á botninum, en ég ætla að taka fram IA, þeir sem voru að horfa fyrir einhvern tímabilum síðan er að muna eftir IA í allt annarri mynd heldur en akkurat í dag, mjög sterkt lið og skemmtilegt að horfa á. Koma óvart, þeir líka unnu alla sína leiki í deildinni sem spiluðu til að komast hingað núna í úrvalsdeildina, þannig að þeir eru svolítið á miklum hraða myndi ég segja og leikurinn sem við horfðum á með þeim í síðustu útsendingu að þeir spiluðu ótrúlega flottan CS. Við sögum þetta báðir, ég og Leif Löf en það var bara hvernig maður sá að þeir voru svolítið svona Saga náttúrulega bara lið sem að ítir endalausum þrýstingi og maður sá alveg, ok, reynslan ekki komin þar en þeir voru að adapta í miðri seríu og það sást og enduð á því að taka líka 1 mappið af þeim en halda slæginum allavega úr seríuna. Og hinir leikirnir sem þeir spiluðu á móti, ef mér minnir rétt, IA, þeir voru að spila á móti, gott ef það var ekki, var það Vega? Það var Vega, ég held að sé rétt þér. Þeir gáðu þeim mjög góða seríu, það var KBJ.
KBJ? Það var KBJ. KBJ. KBJ, já, endaði á ég að vinna 2-0 meira segja, minni mig. Já. Og en já, einmitt, gáum þeim góðan slag, þú veist, unnur rándin, þetta er fyrsta umferðin, dottin úr með strax, sko. Fyrsta umferðin, þær mættu KBJ í fyrstu umferð, Dust 2, ofvirkur 30 bombaði. Já, alveg rétt, þarna kom þetta. Alveg rétt og þá var allt búið. Það var svolítið það, sko. Þetta er sleggjuleikmaður. Já, vægast sagt og það var meira sem búið að segja þetta við mig í útsendingunni fyrir það og ég vissi það alveg svona, en stór sleggja, það má segja það. Þetta er ekki bara sleggja svo farið út í bíkó, sko. Þetta er alvöru sleggja. Hvar fær maður alvöru sleggju? Á þeim orðum kannski fáum við KBJ upp á skjáinn og það er Edison, ofvirkur Solo, Rodríguez og inn kemur Finus fyrir Nonna. Fyrir útsendingu þá var ég dálítið hræddur fyrir KBJ hönd. Einungis vegna þess að Nonni hefur verið dálítið svona stólpinn í þessu liði. Alltaf þetta treysta á honum fyrir góð köll og fyrir slatta af fröggum. Situr á 1 í KD með 67 í ADR, bara svona þægilegt svona með að hann er inn lítir. Finus kemur inn að bekknum, kaldur vissulega, en ef ég ætti að meta svona hæfileika á móti hæfileika, ég myndi segja að Finus væri betri einstaklega séð, en hvað kemur að með inn í liðið í staðinn? Einmitt, og hún nefndir að Nonni hann hefur svona verið í in-game lítið rólinu og þetta er rosalega mikilvægt ról og ég sé alveg fyrir mig KBJ, þetta eru menn sem að veit alveg hvað að gera þó að það kannski vanti þennan mann, ég sé það bara alveg fyrir mér, en eins og segir, kaldur og þetta oft er bara, það er 20% af liðinu sem að bara getur skipt greiðlega miklu máli, þó að það sé ekki nema 2% hjá þessum manni, þá skiptir það máli. Sérstaklega þegar við erum að horfa á lið eins og Vega á móti þér. Þá er þetta bara, þú verður að vera on point og ég bara hans vegna vona að hann geri það, en þetta er einmitt eins og segir leikmaður sem er búin að vera lengi í Counter-Strike og með mjög mikla reynslu, en er hann með mikla reynslu á þessu leveli? Já, hann var í besta liði Íslands í smátíma, já. Í smátíma, ok. Þannig að hann er búinn að vera þarna á toppnum og ætti alveg að svona vita út á hvað það snýst. Gífurleg reynsla sem kemur inn þegar Finus kemur inn í liðið og vissulega, þú veist, Nonni út og Finus inn getur verið þvílíkt högg, en hann er sigurvegari. Í botnin er þetta sigurvegari og vonandi leitar hann einhverja leiða til að sigra, en það sem ég fannst rosalega skrítið við þetta lið fyrir þetta tímabil var þegar það vantaði ofvirkinu lið. Það var Solo svona baráttu hundur í honum, restin af liðinu var dálítið svona passíft og vantaði svona alvöru svona í klefan. Og þá kemur þessi 30 bombari sem við tölum móti IA, ofvirkur. Einmitt, og ég held að ofvirkur sé svolítið gæi sem að getur neiblað leikmann eins og Edison. Edison, hann virkar ekkit rosalega aggressífur þegar maður horfir á hann frá heilu leik, ég meina þegar hann fer í gang, þá fer hann alveg í gang. En mér finnst svo oft þurfa eitthvað til að koma honum í gang. Og áður fyrir, ég meina þegar hann var í Dusty, þá voru þetta allt leikmenn sem að gerði það. Þeir fengu eitt highlight, þá kom Edison, sjá þetta, ég er búin að gera þetta í öll þessi ár og ég er betri, það er bara þannig. Ofvirkur er bara leikmaður sem að getur tekið Edison og ég sé fyrir mig svona smá Nico Monesi dúo þarna, skilur. Ég held að þetta sé bara gott plugin hjá KBJ að fá ofvirk með sér í þetta. Ég held að menn líka gleymi því að ofvirkur er með fárlega gott rekord á móti Vega, því að ofvirkur náttúrulega dregur alla leið tilbaka til Source og síðan allan tíman í CSGO þá var hann í rauninni bara með Vega í vasanum og hann er aftur, þú ert komið vinner, svona winning mentality sem kemur inn, hávær líka, er eitthvað sem vantaði svona í teamspeakið og bara inn í hópin, bara svona aðeins að lemja það á stað, bara hvað er að gera þetta strákar? Í alvörunni, það er bara nákvæmlega endurkallað það sem ég var að meina einmitt. Ég held að þetta sé bara leikmaður sem bara akkurat það sem að KBJ þarf, allavega eitt svona leikmann. Og þú varst með þennan leikmann hjá Dusty, þá myndi ég segja Pandas, hann var einmitt þessi svona, kallinn sem að kom ykkur í ganga ef það var ekki alltaf ganga. Ég sé hann fyrir mér öskra og eitthvað svoleiðis. Rafley, hann var kannski, hann var alltaf bara rock solid, en einmitt þarna varstu með Pandas dúo, þú sér að þeir virka vel saman. Edison, það vantaði þetta dúo eftir hann fór yfir í KBJ og ofvirkur
bara ég held að þetta sé bara plug and play fyrir Edison. Þannig að Pandas rafleitu og vanta á móti Hyper, en við skulum kannski kíkja á vítóið. Nei, Vega, kíkjum á Vega. Erum að veita, já. Ok, Það vantar Vírus- bara 10. Virus, Toxic, Brian, Sörk og Kitty Disco. Ok, það vantar eitt leikmann sem hefur staðið hjá þér. Já. Hann er snúðaður eins og þú, Mikið rétt. Snóðaður eins og ég. aðeins styttri í snúðinu samt. Ég er viljandi snóðaður. Þú ert viljandi snúðaður, ekki hann. Hartskotið, en við elskum þig. Ég má gera það, sko. Þetta er persónlegt hjá okkur, sko. Það er bara þannig. Hann hins vegar stígur hérna út og Brian kemur í hans stað, en mér finnst þetta að vera rosalega góð breyting. Af Ok. hverju? Firepower. Þú verður að hafa firepower til að sigra KPO. Þetta er Já. bara skotkrafturinn í KPO er það mikill að þú verður að koma með þínar mestu sleggjurinn og serverinn til að eiga sjens í þetta, og highest performerinn í liðinu þeirra akkurat núna er Sörk, og honum á eftir kemur annar maður sem að verður að vera í stuði, það er Virus. Já, og Vírus er einmitt líka, hann er rock solid vappi, það er bara, hann er einmitt svona, mér finnst hann vera andstæðan við ofvirk einhvern veginn, en hann samt ekki, hann samt svona, hann getur farið í þetta svona firepower sem að ofvirkur er, en ekki alveg þangað sem að ofvirkur hefur. Hann er með hærra Herra sín. þak, já. Miklu meira. En Vírus, hann er með flórið. Að það virkar oft eins og að sko, hann nefndi að Deathcake sjálfur hérna í útsendingunum daginn með Overk þegar við vorum að tala um hann, að hann þarf svolítið að fá einmitt svona þegar hann fær þetta hælið eða þegar hann fer í gang, þá fyrst fer alltaf stað, þá ef þú ert óvinnulegið þá bara goddammit, hann fekk hælið, eða hann er búin að fatta og bara skýtur ekki hann smók núna og bara hitta öllu. En Vírus, hann er, þú veist, ég held að hann sé svona róleri og þarf ekki að fá þetta adrenalín til þess að koma sér í gang. Það er svona mitt svona overview á honum. Gæti haft rangt fyrir mér, en ég geti ímyndað mér að Vírus sé bara, eins og segir, rock solid allan tíman, sko. En hann verður þá að vera það og sérstaklega þegar ofvirkur fer í gang. Ertu búin að velta fyrir eitthvað vítóinni núna? Nei, ekki neitt. Eina er að ég veit að nú kemur í gang. Mér finnst ekki eins og KPO eða að banna það. Og það er náttúrulega að vera sterkasta mappið hjá Vega. En það er svona, það er að fyrsta sem ég hugsa og kannski hvort að Dust 2 komi inn sem er seinna mapp. En annars er ég ekki búin að fara nógu djúpt í það, sko. Fáum kannski bara vídeó upp á skjáin út af því að þetta er nákvæmlega á þann hátt sem að ég myndi örugglega spáði því. Það er nú hverju spilað, Dust 2 frekar líklegt bara upp á sko KPO þeir að fara að pika Dust 2. Já, ég er bara eina sem ég sá ekki fyrir mér er hvort að annar liði var að fara að pönnisa hvort annað, en út af því að þau eru bæði með mann að leysa. Þannig að þetta er svolítið pönnis hjá þeim kannski, eða það ekki. Þú vilt ekki... Ofvirkur og Edison í Dust 2, þú bara vilt ekki fara á. Nei, þeir sáu síðasta mapp og bara, nei. Áhugavert, ok, Anubis, þeir vil þá fá það snemma inn, nú hverju pikkað eiginlega 100% af Vega hérna. Nei, Inferno! Þetta kemur mikið á óvart. KPO þeir ágættir í nú, getur verið að þeir hafi ekki vilja farið það út af því að þeir voru að gera breytingar. Mér finnst það svolítið spes pick samt, sko. Ég heldur vilji fá þeir banna nú, sko, áhugavert. Sko, ég meina ef að þeir sjá Vega ekki pikka, þannig er það svona, ok, þeir eru að gefa okkur sjens á því, en þá ertu bara með eftir Mirage og já, við erum að fara yfir í Overpass sem síðasta mapp sem er spes en geggja third map sem svona entertainment, sko. Hérna verður ég að segja, mér líður eins og KPO hafi unnið þetta vító. Já, eiginlega, þeir fengu bannið í seinna frýtt, eiginlega bara, það er, já, 100%. Sko, þeir eru að fara að byrja Anubis sem að er vissulega, það er aðeins farið að halla á CT-sætið eftir pingubreitingar og eitthvað, en síðan fara þeir yfir í inf, fara 100% inf, byrja CT-sætt þar. Já, einmitt. Þannig að þeir fá momentumið ef þeir ná að fara með það í Anubis. Eina er einmitt Anubis, eins og segið, þú veist, þó að við horfum á þeir síðustu, það er, nú hafa leikmenn haft heila viku, 8 daga til að vera að æfa þetta mapp. Núna fá að sjá hvernig mappi spilast. Já. Það var svolítið hrátt ennþá þegar við fórum beint í útsendingu, það var bara búið að vera úti í 1 dag.
En við tölum einmitt það að leikmenninni hefðu strax farið í það að stúdera og reyna að finna eitthvað út úr því. En núna held ég fyrst að við fáum að sjá almennilega breytingar. Það voru gert smá fix á Anubis, glemdu developerinn að breyta mappinu sjálfu, sko. Eitt sem ég fór svona að elda í þegar ég fór svona aðeins að pæla í mappinu sjálfu, hvernig breytingin verður og við erum búin að sjá droppið í McDonald's og allt það með Spawn Smoke sem að miðjuspónið smóka það og síðan fara 2 í McDonald's og að taka þar, þá fór ég að pæla af hverju þá ekki að senda sá sem smókar yfir bara bíð og síðan vappi sem fer beint í tengi og þá ertu komið vatnið allt, þá geta þeir farið að sækja í 5-una sem að droppuðu og þá ertu komið vatnkontról fyrir eitthvað auðveldlega sem getur bara bakkað inn á æð. Þetta einmitt það sem að ég var að svona bíða eftir að sjá en fekk aldrei að sjá, þannig að ég að spá hvort að sko mér fannst þess að menn voru ekki þora alveg að spila hann að glugga strax sko, en ég sá reyndar annað teika á þessu og það sko núna, CT-mennirnir, þeir geta ítt fastar á þetta, en mér finnst þessi gluggi, hann eiginlega meira að refsa mönnum sem eru að spara núna. Af því að ef þú ert að fara eins og til dæmis sem CT-menn, annarkvort eru terrar að hætta við A-entry eða að hlaupa í burtu frá A-inu, að þá er þessi gluggi rosalega góði fyrir CT-menn til að refsa með vappapikkinu eða vappanum sem að spara og það kannski eitthvað sem við munum sjá núna, sérstaklega þegar vappin mjög mikilvægur hjá þessum báðum liðum. Ég held að það verði svolítið, það er gæin í glugganum núna að halda mér. Gætin þurfa ekki að vera inn á B eða alveg út á miðjunni til þess að refsa mér þegar ég er að hlaupa tilbaka. Mér finnst líka að vera mjög mikilvægt sem terri akkurat núna að þú verður að molla þennan glugga. Já, og maður er búinn að sjá það, sko, ég held að Spönns og Russ, hans aðalmaður, þeir gerðu 2 testa á þessu og Molly með nade getur gert alltaf 90 damage út frá bestu spónum og til besta spóni. Við erum komnir live í Anubis, það er Sörk sem ætlar að leita út bíð og hann vesinni, nær að hoppa tilbaka, 3 til að finna hér og Sörk opnar á ofvirk, getur hann gert meira hér, reynir í Edison en fellur fyrir Finus. Brian með svarið á Finus leið og Edison 1 eftir í bílopinu. Vírus er að fara að sækja frakk hér. Hann veit að Edison þetta og þetta var snirtilegt skot. Þetta líka aggressífur strax í byrjun og þetta eitthvað sem að Vega vildu kannski gera. Breyting, þeir eru á móti einmitt mjög frakkhæfi liði, vilja ekki hleypa þeim í gang hjá KPJ og gera þetta einmitt bara með Vírus aggressífun út miðjuna og kemur strax í bakið þó að endrið hafi klikkað. Nú veit maður eftir Solo í tengi og tengið er uppgefið. Toxic kemur hér, hreinsar þetta fyrir þá 4 lifandi og 1-0 fyrir Vega. Solo, eins og hann var senasti maður í lifandi, þarna sáum við að hann var vókal þarna, hann var mikið að tala við sína menn þarna, eitthvað fór úr böndunum og hann er ekki sáttur með það. Og ég hrifin af þessu, það þarf að grípa í taumana á þeim strax. Nýta tíman og við erum strax komnir í leik, eða stutt komnir inn í leikafsækið, en nýta tíman, testulið, hann er aldrei að fara að vinna það þarna, þannig að bara strákar, það sem við erum að fara að gera næsta randi, við erum að fara að vera aðeins aggressífari, við erum að fara að breyta þessu eitthvað til, hér sjáum við Brian afsækið fara niður smókin hérna með og heldur stígun fyrir sem bara gegnum hann, fíla þetta að því hann sér ekkert kontesta á móti sér en þetta er næst að búast við þessu, yes sir, þannig að þessu er neitað og klikkar flassinu, Hitti setna, Sörk með M4-in, hvað getur hann gert hér, spreyja niður fyrst en eðir allt og mörgum kúlum, næri svo 2 en ná ekki planti. Rétt svo til næja plantinu, Sjátt á Sörk í Exile-bólunum sínum. Exile, gamalt 1.6 lið sem að teygði sig yfir í CSGO, Azeroth og Jolli og kom. Þetta er throwback sko. Já, Kitty Knight og fullt af gömlum og kunnugum nöfnum. En gengur vel á Vega, 2-0 fyrir þeim, en Diglur, P250, Glokka og Rodríguez. Aggressífið niður í droppið, Sörk heldur áfram uppteknum hætti hérna. Situr á 6 fröggum, drengurinn.
Þetta eru frífrökk. Þetta hlýtur að vera 1 ef ekki 2 til Solo. Allavega. Nei, hann ætlar að taka Þeir ætla plássið. Tekur plássið. Ég reyndar að hata þetta ekki. Já, þeir hljóta búast við þessu, en nú þetta allavega komið Bomba. í ljós. En þeir hefði þurft að fara hraðar í þetta hvernig þeir ætlaði að fara. Það var ekki ákveðið virðist verið. Þeir fóru svolítið í sikkur áttina þarna. Einn sneri sig við, vildi taka bardagan. Brian flexar í kameru með 2G-ið sitt hérna. Ekki málið. Þarna sé ég strax meira spila gluggan heldur við sjáum alla síðasta Anubis-leik. Þannig að menn eru búnir að testa vatnið. Sást líka í second round, þá kom double grensaðna á Brian þegar hann var að fara að taka droppi með MP9-ni að terrarnir eru líka að gera sér grein fyrir að við verðum að neita þessu svæði. Já, þetta er það sem ég vildi sjá og ég vona, og eins og núna, ég meina þeir eru að halda áfram að abjúsa þetta og ég heldur muni gera það áfram hjá Vega. Það er að virka fyrir þá, þrátt fyrir greinurnar, þá eru þeir að ná að koma sér niður í vatnið. Æðilegu molli á Toxic. Hvað smókur á þetta? Hann lendir í e-boxinu, eða fyrir framan e-boxið. Sörk í ofvirk en fellur í kjölfara því. Þetta er svo miklu skemmtilegri bardagi heldur en mitti var áður fyrir. Já. Nú erum við með action hérna allstaðar sko. Grensan góð hérna hurðina. Gerir góðan skaða á vírus. Komin í 70. Toxic MP9. Þetta er ekki góður bardagi fyrir hann. Spottar út, hann á Util. Kastar einhverju hérna. Grensan gerir örlítið. Endur hins vegar ofan á dónutunum. Íða eftir sínum mönnum heldur þessu svæðu svona nokkuð öruggu. Nú er kassin búinn að breyta hérna til, þú kemst út frýtt inn á núna en ofvirkur alveg með spreytan hérna og þetta er einmitt ekki það sem þú vilt leyfa honum að gera að þú ert Vega. Þeir eru að vísu mögulega bara að fara að fá fyrsta randið sér, ekki nema Eiríkur Toxic geti gert eitthvað en ekki svo. Edison hann er með flott treyt hérna og tryggir fyrsta rándi fyrir KBJ. Eins og myndist á, þessi kassi, Já. hann gerir retake á aðeins svo miklu geranlegra út af þú ert ekki sjáanlegu frá súlun og plattin. Þú færð allavega sjens á að komast svona, og stilla þér upp fyrir retakið. Af því að ef að menn ná kameru svæðinu þá er þetta nánast bara búið af því að þá geta þeir hreinsað bakvegginn þarna uppi hjá hefinu. Þá er þetta bara svo erfitt að komast inn á sætið aftur. Algjörlega. Þetta er þessi klassíska vappalína sem að hefur alltaf verið spiluð í þessu mappi en Vírus þarf að hafa huguna því að það menn geta komið úr öðrum stöðum núna eins og þá er enginn að kontesta það í vatni þannig að Getur þess að haldið vappalínu úr Double Doors sem að er nýja línan sem gefur inn. Svissa ég mitt hurðunum í hvað átt þær opnast. Hjálpar rosalega mikið til. Býður upp á meira en sjá hérna einmitt KBJ þeir þurfa að hreinsa hérna gluggan. Þeir treystir ekki ennþá. Vega eru búin að setja hugmyndina í að þeir eru að hanga í gegnum hérna glugga og það bara hægir svo rosalega mikið á terranum. Olli í tengi, Solo ógnar þar. Bombarna róti þetta yfir að bíinu, ákvörðin tekin að enda þar. Solo kom með góð koms á sína menn. Vinus núna að selja eins og hann getur á aðeins sýnist mér. Hann er enda bara hangandi í smóknum ofurki færi eins og opnum. Það býður bara Go and Kid the Disco og Brian saman tveir eru bara að læsa þessu sæti. Skipti engu máli. 2 frökkur röð til Vega og þeir svara leif. Front double bicep til Brian og hann er búinn að vera að drekka nýmjólkina sína. Það er frekar augljóst. Það er augljóst. Axlinn aðeins niður og þá er þetta perfekt sko. Segðu það. Það er nákvæmlega þannig. Það er nú komin í ansi góða pósu. Bara getið vera á svið. 4-1 og það er deiglur tekkur. 1 tekka, 4 deiglur. Örlíti Util. En Vega gera vel hér í byrjun leiks. 4 ránd komin á borð fyrir þá. Nú eru menn að treysta bara á að hitta með þessum diglum. Það er bara ekkert í bóði hvað varður í utility að endra sætin. Þannig að þetta snýst eiginlega bara að fá pikkin. Og sérst einmitt hérna að KBJ. Þeir eru allir að leita en Vega ekki að gefa þeim neitt. Já, þetta er bara mjög vel spilað þeim. Reyndar að spila gömlu góðu miðina. Aftala í þristinum.
og sjá þetta Vírus sem bara spila utility hérna og nota það, ætlar ekki að gefa þeim gunfightin, veit að þeir eru nóga leikmenni hérna, en sjá þá! Infóið kemur allt og seint maður, þeir eru komnir inn á B, þeir reyndar þurfa að snúa við, mjög vel staðsettum Molly hérna á Brian, en þarf samt að einn að sjá 4 núna og breytir eitthvað fallegt að nær 3 liður og þetta bjargar þeim gjörsamlega, nú getur Vega allavega neita þessu ego eða hvað? Hættulegt, en ef það heimur þá hann til út af Brian, en samt þeir að ná að vinna með þetta KBJ, finnur svo solo 2 eftir, Vírus, 1 þarf að hreinsa 2 núna, en hvar síðasti maðurinn? Spilar á Zulu, hotar hann og rétt svo komast þeir inn í þetta og geta þakka Brian og Vírus fyrir það að halda þeim með, 5. rándið núna komnir og neita KBJ hérna endri, en þetta voru pislur, þetta voru diglur. Já, þetta þeir aldrei að ná svona miklu, eiginlega bara heppnir að Brian að hörfa þarna þegar að vinurinn fellur í, þegar að rótita með ekkert í höndunum. Nei, með hnífinn í höndunum. Vírus fær infóið þarna þegar hann að jiggla og kasta niður mollanum í kameruna, en það eins og infóið fari ekki í gegnum Teamspeakið, því að þeir eru bara enga veginn að búast við þessu þegar þeir rótita einmitt þarna í gegnum Faro eða, og einhvern veginn ekki alveg tilbúinir, en þetta svona eins gott svolítið, geta allavega þurrkað af sér svitan hjá Vega núna, en eru líka ennþá með 5 ránd, þannig að þeir eru ennþá að stjórna þessum leik samt sem áður. Mollin hérna hreinsar út og Edison hann farin af stað. Konum með gott plás, Kitty Disco svarar á Finnus og Sörg aggressífur í miðju. Rodríguez nær rífrækinu 3-3 hérna, betri fyrir City-na. Kitty Disco kominn inn á sætið, ofvirkur í tengi, ákvörðin tekin að fara B, eiga tengi-kontról sem mjög mikilvægt upp á að ná góðu svæði á B-inu. Smókur ætti að vera feitaður þegar þeir koma og það núna. Kitty sko að spila upp á platt. Og einn að halda B-sætinu núna. Það er eiginlega vonast eftir multibrekka, minnstakosti einum, góður fyrir einn. Ofvirkur hittir ekki, en þeir fara saman í þetta, setur pressun á hann, bomban mun fara niður. Og það var aftur 2-2, sjá hvort þeir geta unnið hann núna, þeir eru komnið með byssur. Það var geggja skot hjá Ofvirk. Þurftu kannski bara að vappa á hann. Vírus hinum einn var vappa í höndunum. Smók feita rétt spottaði byssuna, hann hlýtur að vera. Og gott hauskot og annað rándið fyrir KBJ. Komnir í gang, 6 kills á Ofvirk, 5 á Finnus. Menn að koma sér hægt í gang. Þetta lítur vel út eða KBJ. Gott jútil í miðjuna samt sem áður hjá Terrunum bara til að ná svæði. Svo sem ekkert nýtt. Þetta er það sem var gert fyrir breytingar en ennþá mikilvægara núna að ná að ýta þeim aðeins tilbaka út af þessu gatið þarna. Einmitt, nú geta menn farið þá eftir að þessi molli kemur, þá hleypur hann þér örugglega í elektrik eða í korna. Feilaði molla. Nú aftur fara þær á móti og Toxic nýti sér þetta, var það samt örugglega alltaf planið að stökkva þarna niður. Við þakka fyrir það að mollin klikkaði, en þeir ætla að reyna að ná kontrólinu. Það Finnur sem að finna Toxic þarna. Þannig að þeir missa þetta. Glugginn ekki lengur, en hann flassaður og næri svo samt. Daur. 4-4 jafna þetta aftur og verið svona að vera að menn alltaf bara að koma sér á sætið, gefa upp miðjuna, vona að Terrin hreinsi það ekki, tipptóandi allavega og láti vita af sér ef hann komið þangað, en saman ætlaði frekar að sækja infóið hérna, Vírus og Sörg saman 2. Sörg með byssuna fyrir aftan, Ofvirkur hleypir þessu ekki í gegn, en þeir búast líka við þessu og þarna opnast A-sæti og þeir eru alltaf að fara að hlaupa inn núna. Meiri sé með Edison á miðjunni til þess að loka rótitinu. Vita að þetta búið. Halda. Þetta 100% rétt ákvörðun. Þeir eiga ekki séns í 4-2 retake á A-inu. Það er bara hannig. Viltu ekki gefa, held ég, bara KBJ heiðurinn á að hreinsa heldur orðið hjá Vega. Það ennþá heimir þar sem þeir geta gert eitthvað, þeir geta meira gert með þessa byssur í næsta rándi heldur en í þessu rándi. Skemmtilegt með þennan instasmoke í stiga frá City-unum alltaf og ná hérna vatninu. Þetta búið að breyta defaultinu á City-unum töluvert og hæja á defaultinu á Terrunum. Sem nákvæmlega það sem að þetta map þurfti bráðnauðsynlega. Eiginlega. Ég meina að því að nú, smókurinn hann var alltaf til, en nú getur actually unnið með smókinn. Já.
komið góða tímasetningu og ert ekki að lenda í terrum sem að sækja hratt í miðuna og alltaf að fara að þá þú ert að droppa niður og þá vita af þér. Hérna getur allan að kasta þessu smók og þeir vita ekki 100% búin að droppa. Einmitt. Það líka hægt að silent droppa þarna niður, veit ég. Það hægt að hitta á eitthvað edge akkurat þar sem að klöppin nær vatninu. Já. En hversu erfitt það veit ég ekki. En þetta eitthvað sem að komst í ljós á Redditinu eða hvort það var með Suspend sem að komst að því. En ég held að það sé eitthvað svona eitt af þessum sweaty svona dæmum, sko. Ég veit ekki alveg hvort að menn séu konum með það á hreinu. Sérstaklega þú ert að hlaupa niður, sko. Ef einhver finnur það og næra að mastera það, þá hlýtur af Edison. Edison ábyggilega með besta movement sem ég séð í kaffi. Já, það? Já. Það á milli hans og mjögulega Denos í 1,6. Ógeðslega smooth movement. Ég nefndi rosalega mikið Brian á sínum tíma þegar við fórum fyrst í útsendingar en hann að vísu frá KZ standpointi, sko. Já. Hann var rosalega mikið þar og ég veit ekki hversu mikið hann nýtir sér það í einmitt svona leik. Ég menna þú ert ekki með sama acceleration og eitthvað svoleiðis og í KZ eða server. En sjálfur með mjög gott moment. 8 kills á honum einmitt og Sörk saman, þannig að þeir eru efstir þarna. Já, þetta ekki bara rétt ákvörðun að söppa Deathcake út? Deathcake átt að horfa. Stay out of there. Nei. Öll ást til Deathcake, en já, ef ég ætti að treyta honum út fyrir einn leikmann í þessu line-upi akkurat núna, þá myndi ég ábyggilega að taka Toxic út. Toxic ekki búinn að fá að skrifa sig nógu mikið sem stabilan leikmann, myndi ég segja. Heilaleg tilraun hann að Brian lágur eftir þetta. En 1 fyrir 1, betra við terrana, vissulega, en það eru bara uspur sem að fara að taka móti Sörk. Marka smókin og hverfið ára hann farinn. Toxic fellur hér. Þetta stórt fragg fyrir KBJ og A-sætið opið. 3 að arka þar inn með springir á bakinu. Þessi byssa verður örugglega bara spöruð aftur. Sörk og Vírus sjá sennilega að reyna að fá eitthvað í staðinn. En hérna einmitt held ég að ef að Vírus fær að lifa þetta af, þá held ég að hann ætli núna að fara að halda glugganum og það einmitt það sem ég meina með að nýta gluggan í einmitt afterplantið, því að ef að menn pusha ekki séti sem reyndar orðið svolítið líklegt núna eða fara bara gegnum miðjuna því að það enginn að halda því, þá þetta einmitt svona nýtt angul sem hann getur nýtt gluggan í líka. Vírus gæti reynt í M4 sem að liggur í stiga. Sem eitthvað sem hann ætti í rauninni bara að reyna í, sko. Sérstaklega núna þegar hann sér þess að leikmenn kýsa að halda sínum fótum hérna á miðjunni, stekkur ekki niður. Sörk, hann niðri, kom með AK, heyrir þetta allt saman, það að halda byssu og lífi. Eða hvað? Já, það að gera það. 2 sparaðir AK-ar, en 5-4. KBJ búinn að klóra sig nær og hvert einasta terránd hérna að fara að vera svo þægilegt fyrir CT-áleikinn hjá KBJ, sérstaklega ef það myndu krækja sér í þetta pistolround. En kaupi, ofvirkur á vappa, engin vappi á Vírus. Þetta getur verið dýrt. Svo hvernig vinna af þessu randi. Vírus og Sörk saman búin að vera hérna á miðjunni og verkur bústaður upp, klassískt búst en engin smókur sem að kannski bara minni líkur að þeir búast við þá frá veka en þeir eru búin að vera að halda svolítið aftur eftir að KBJ fóru í gang. Nú búinir að móla miðjuna þannig að þeir geta verið þarna mögulega ekki búið að gera neitt skaði. Já, einn skaði á þetta. Já, þannig að það aðeins svo seint þannig að heldur sjáum ekkert restart út af þessu. Það bara live, ætti að vera live. Draumlegt þegar þetta gerist en þetta getur gerst. Sjáum til. Það þyrfti þá að vera eitthvað samkomlega en ég held að sé live, svona miðað við hvernig menn að haga sér ennþá, þá þetta bara live og hinga til þá fá þeir allavega að komast aftur inn í leikinn. Vírus dettur út en þeir eru samt með forskotið hérna nema að því að ofvirkur kemur inn á miðjuna þá hann búinn að koma sér aftur í 3-á-3. Brian með glufu hérna áður en smókaður út og nýtir sér það. Það
glæpur en Ofvirkur fær að lifa af, reynir að fara hann og treyta en hann neitar þessu, kemur sér tilbaka og heldur bara kúlu vegnum í gangi en yfir á B, það er eina í stöðinu núna. Kitty Disco búinn að kóla þetta út, hann komið Brian til sín en hann þarf ekki aðstoð, hann tekur þessa 2 sjálfur og já, held að sé verði ekkert syrgja við þetta lost þar sem þetta var vírusinn datt út og þeir vinna samt rándið þannig að já, menn eru bara sáttir en þá ættu við sennilega að sjá time out þannig að við fáum vírusinn. Já, það er 100% allan að tæknileg pása þannig til að vírus kemur aftur inn. Mér hlakka til að sjá hvernig liðin spila síðan hinum einn á sætunum. Ég held að verði ekki nákvæmlega sami leikur af því að þetta er ennþá svo nýtt mapp og ég meina Vega þeir eru búin að sýna það, þeir byrjuðu mjög aggressífur á miðinni að fara og nýta hennar glugga en þeir hægðu aðeins á sér eftir að KBO fóru svolítið svona að refsaði og með þess að bara bökku eða meira frá miðinni, allaleg frá miðinni eftir að þeir byrja að þrýsta meira þar en hlakka til að sjá hvernig KBO tekla sitt í hliðina en sömulegis bara Vega attacker. Að mörguleiti finnst mér miklu skemmtilegra að horfa á svona breytingar, litla breytingar á möppum, bara svona hvernig mappið spilaðist áður og hvernig það mun spilast núna. Ég veit einmitt hvað það meinar, af því að smá breytingar geta gert svo mikið. Ég horfi alltaf tilbaka í reyndar til Mirage, sko. Það var að vísu alltaf hægt að bústa á gluggan, en það þurfti það að vera með einn auka leikmann og það gaf þér hugmyndina, ok, það er einhver einnanna í viðbót, en núna getur þú spilað 2 eftir terrar, kannski 2 á móti 2 og hann sjálfur getur komið sér í gluggan og spila eitthvað lurkról. Það eru fleiri breytingar samt sem að þeir gerðu á Mirage sem að, þú veist, mér langar að benda á, þú veist, þeir tóku svona lítinn bita af sillunni á B til dæmis sem gerði jumpið sem B-defender aðeins erfiðara, auðvitað að hitta þig. Líka... Já, þú meinar, minnkuðu kantinn sem tóku kantinn af. Náttúrulega líka þegar þið bættu við þessum back, það var ekki bara hægt að hoppa sjálfur upp í, heldur líka hægt að spotta shortið. Akkurat, já. Þú veist, þetta eru svona litlu hlutinni sem að í stóra samhenginu fyrir fólk sem var kannski að byrja í leiknum fyrir 2 árum eitthvað svoleiðis, breytir engum máli en fyrir svona refins og okkur skilur við, þetta hvernig mappi spilast út í einhverju defaultum og einhverju svona ný scenarios er bara risastórt. Af því að það sem að venjulega B var ekkert nema bara eitthvað svona keyrsla á þessum tíma, þetta breytist metan líka á sama tíma, alltaf að vera fiffa í byssunum og ég man ekki hvernig smókarnir, hversu snemma þeir koma eftir, við erum að hundar í CSGO þegar þetta er að gerast. Já. Við erum allavega live þannig að við kannski býðum með það en fáum að sjá hérna síðustu 2 rándin spilast út, getur KBO haldið áfram þessum rándum. Þeir voru konni með þarna 3 í röð en Vega náðu rétt svo að stoppa þetta áður en fórum í technical. Þetta er svona að leita dúlum í miðinni, gera það vel með Rodríguez sé við hlið, ætti að geta smóka út annarkvort Faro eða Þristinn, en Vega eru fyrir til, neita miðinu með einum smók og þá þurfa þær að spila til honum, grensan eða líta yfir hann. Toxic líður svo sem ágætlega með smókina það niður, leið og hann feitar, þá gæti verið að hann fái dúel út af við sjáum hvar bomban er staðsett, hún er ennþá í vatni, geta að fara A og B. Finnus, hann vill dúel. Og hann fær það í formi grenur. Það er svo sem ekki svakast skaði sem hann tekur á sig en vita ekki af honum að hægra megin. Og alveg eitthvað... Jú, þeir vita 100% hann. Vita samt ekki hvort það séu fleiri með honum en hann reynir að taka hann að bardaða einn og hann gerir gott úr. Núna fara A, 100% fara A. Allan daginn og þetta er einmitt akkurat það sem að Sörkar reyna að fara og sækja eitthvað inn á miðunni en þá er einmitt verið að nýta sér tíman og hann fer gegnum smókin á sama tíma Rodríguez á miðunni og hann er búinn að læsa þessu áður en þær koma í það. Kitty Disco ætti ekki að búast við þessu en einhvern veginn hittir höfðun þarna tilbúinn komið framalega en Ofvirkur er með línuna. Erfitt. En hann þarf ekki að spá í heldur pillarinn fyrir fram að sig því að það er búið að loka fyrir hann með þessum kassan núna. Edison 1 á 3 og gerir gott úr þessu 1 eftir og flikkar í höfuðið. Ekkert mál fyrir Jón Pál Counter-Strikes. Þetta grínast.
Þessi gæi er sko ótrúlega góður Þetta er Counter-Strike. insane, sko. Og þetta er einmitt, sko, hann þarf þessi moment til að koma sér í gang og einmitt, ég get ímyndað með Teamspeakin núna, þeir eru bara, strákar, við erum búnir að vinna 7. rándi áður en það byrjar. Þetta er hættulegt, þetta er ennþá hættulegt fyrir Vega þar sem þeir eru ekki einu sinni með pening til að kaupa heilbrigt kaup. Ó nei, þetta er leið og þessi gæi getur náð einhverju svona highlighti, þá ertu í vesinni. Þetta voru, hann satt á 3 fröggum. Hann satt á 3 fröggum. Og Philus með gal, þarf ekki betra vopnlætu gera gott úr þessu og þetta er einmitt það sem ég meina KBO þeir vinna með momentumi og það er bara sýnist hérna Byssurnar fá ekki eins og skjóta á Vega þó séu verri en þeir spila ennþá með þennan glugga sem er búin að vera að gefa þeim helling frá byrjun leiks en núna Edison, hann er ekkert að hægja á sér heldur áfram að þessu treyti og ætlar ekkert að hægja á sér snýr sér bara við, blikkar í konnan og Rodríguez lokar 7. rándi fyrir KBO og jafna þetta árin fara yfir í CT. Vá, þetta þú kallar þetta nákvæmlega eins og þetta var. Þetta er sko skriðþungin í þessu liði þegar þeir komast í gang er stór hættulegur og þeir voru að krækja í mjög hátt tempó bara strax eftir þetta klöts. Sko pistólið gæti breytt einhverju bara því að það er ennþá svo random en á sama tíma bara, ég meina, ef menn er að hitta með AK, þá getur þú hitt með pistlu. Já. Þetta er bara, þú getur hitta með henni á ferð. Þannig að ég sé ekki af hverju þetta ætti ekki að virka fyrir það, svo lengi sem þið spila þetta rétt. En þeir ætla að spila þetta frætt hérna hjá Vega og fara bara beint inn á B, smókurinn er komin upp. Það er enginn til að halda þessu. Einn maður komin hérna, hann reyndar stekkur inn á solo en Vírus hleypir þessu bara strax niður og hann er ekkert síður að hitta skotunum sínum. 2 hérna og búinn að opna sætið alveg. Rodríguez og ofvirkur 1-2 eftir, þeir eru alltaf að fara að reyna að gera eitthvað gott úr þessu en ég bara sé ekki hvað þú getur gert núna. Geta alveg haldið smoke og kit. Það er ekkert að því. Þannig séð. Nei, ég raunin ekki, það er rétt verð. Þetta er bara of erfitt, þeir eru konið með menninu utan á sig þannig að þeir stöðva þetta strax. Það var eiginlega besta sem að Vega gátu gert í þessari stöðu. Algjörlega. Kom bara strax tilbaka og krækja í 7. rándi sitt. Aftur komir yfir og það virðist vera að KBO sé að virða og kaupa þá í næsta rándi. Þið gætu samt. Já, smá. 5-7, P250. Spila 5 hérna allir inn á B-sætinu. Þannig að þeir eru að vona að Vega komi í þá og gefa þeim sannlega ekkert info. Þeir að vísu eru að hanga aðeins á þessu, þeir eru að búast við aggressinu. Það sést hérna, þeir eru alveg að lesa þetta. Þannig að það spurning hvort þið sendi Sörk eða Vírus bara út að leita áður en að þeir fara í þetta execute og sjá eftir því. Geta líka bara tekið sinn tíma í þetta og þeir eru ekki með mökku. Þetta er það sem er gott við að eiga eina mökku inni. Það er sendana í pingu hönd. Einmitt, hoppa fyrir hotn og á meðan hinn menni koma eftir. Eða jafnvel einmitt bara fara út og sækja. Sjá hversu margir skjóta á þig. Þeir eru 5 þarna. Farið bara á hitsætið. Og hérna kemur defaultið. Mólan í alobið. Sjá hvort ekki þið fengið það frítt. Heyrir ekki tikk og þá ætti hann að treysta sér að tikla sér inn í alobið. Þeir eru samt á hættu slóðum hérna. Ég trúi ekki að KBO séu svona rólir en sér þetta er bara akkurat það sem að Sörk þurfti að gera áður en þeir fóru í executið og sækja eins mikið svæði áður en að kalla leikmennina yfir. Af því að KBO er ekkert ólíklegir til að vera 5 baku þennan pillar heldur. Já, vissulega. En þeir eru búin að kóla þetta og það er sem betur fyrir rétta kólið og að einmitt hérna þá þarf Rodríguez að næra vísu að koma sér fyrir en þeir komast öryggir í burtu og þetta er bara hreinsað niður. Vega spila þetta bara upp á 10. Brian á 5 og Kitty sko 11. Hárspritt frá því falla hana. M4, ok, ég hef oft talað það. Þetta M4 kaup, þetta kaup sem CT. Strax eftir. Það er rosalega hættulegt. Já, út af því að það eru ennþá 2 galir hérna yfir sem að þú ert alltaf að fara að pikka M4-in yfir og þetta er líka bara svo dýr byssa einmitt. En það lítið að utility og þeir eru eiginlega á stað þar sem þeir þurfa frekar að vera með sterkt utility á móti Vega. Þeir þurfa bara að sækja pikk hérna, bara einhvers staðar. Þeir eru með ekkert að smókum eftir eiga slatta af flössum. Bara slatta af flössum. Þeir geta alveg
pottið nýtt það, gera það hér, Edison flassar inn á ofvirk og hann finnur pikk á vírus, flassa kemur aftur og hérna Edison ekkert eðlilega sáttu með sinn mann ofvirk, góð flöst frá honum, klíra út miðina en þá solo í eldlínunni. Siglar hann út, næra að henda smóknum á sinn stað, Finus næra að spreyja niður Kidda Disco en mollin góður, ætlar að fara í gegnum það smók, það stórhættulegt. Það komin inn og þarf vel að bara kommitta núna en erfitt að spila það svo vel á KBJ, bara rólegir, þeir þurfa að vera rólegir en einmitt flössin á undan sem þeir nýttu bara á miðinni, þetta var geggjað og ég menna þó að það hefur verið fleiri þá ertu allavega með infóið en já, nýttu það litlaðu til þess að við vorum með og nú er bara einn eftir hérna og þetta er ekki one sem þú vilt. Nei, alls ekki og nákvæmlega það sem að Sörk þurfti að gera þarna að finna skaða en þeir ná að byggja upp banka hér, Rodríguez með MP9 hefði viljað sjá MP7 hann buffa á hana hvað var eftir gert við hana, manstu það? Meira damage, það er bara já, minni það en þá eftir að prófa hana, það er byssa sem ég kaupi aldrei. Ég keypti hana töluvert í hérna CSGO en ég hef ekki keypt hana rosa mikið í CS2. Eftir að MP5 kom út með Silencer, það hef ég alltaf valið hana yfir en ég kaupi hana ekki eins heldur. Nei. Það er bara, en ég mun 100% skoða MP7 núna, það er bara ný byssa til að prófa. Man veit að Valve Developers þeir vilja nota fleiri byssur. Já, heldur betur. Kidda Disco opnar þetta hins vegar á Rodríguez að eiga erfiðan leik. Hann var settur þarna upp í þetta er glæsilegt skot hjá Kidda Disco. Valsar þarna inn í A og B en Edison komin í vörnina að styrkja aðsætið. Og Kidda Disco með annan. Þetta er stórt og Brian með Finus og það er alltaf fallin sjálf sig. Solo einn eftir með AK í höndunum vissulega en þeir eru að fara að hönda niður. Þeir eru ekki að fara að leiða honum að sleppa hérna óhuldum. Það er bara ekki séns með þessu. Og double bicep frá Brian, 15 frögg á honum. Það er heldur betur tækifæri til þess. Og Kidda Disco situr á 16. Það er stór server. Það magnaði að KBJ séu þarna uppi ennþá þegar við teljum Rodríguez og Solo með saman með 5 kills. Já, þetta er búið að vera erfiður leikur fyrir þá tvo og það verður bara að segjast það þarf að fá þá í gang því að það er ekkert mikið eftir þessum leik. Engan veginn. Minnst að kosti 1 leikmann í viðbót. Já. 4 móti 5 og kannski ekki að séns en 5 væri bara betra. Getur unni með 1 botta en ef þú ert með 2 þá er ofvirkun að fara að öskra þig. Nei, það hefur verið retake-server þegar ofvirkur að hita upp sko. Bara casual eitthvað að leika sér og... Counter-Strike er ekki casual fyrir ofvirkur. Nei, það er bara... Það er ekki casual fyrir hann sko. Þetta er einmitt keppnisskapurinn í honum og það er einmitt bara... Þú vilt þannig leikmenn í úrvalsdeildinni. Algjörlega. Við myndum sakna ofvirk sem hann væri ekki hérna... Náttúrulega fjall úr deildinni þegar hann var í fyrra. Í Ármannskjarnanum. Já. Þeir sita í fyrstu deild núna með allt öðruvísi line-up og meðan er Hundsi komin það var flott flast þarna hjá Sörk Rodríguez. Hundsi situr í sögu með Varg sem að reyndar var farin úr Ármanns-line-upinu en samt sem áður og virkur þarf þetta fragg en Sörk nær honum. Finus og Solo, 2 eftir. Finus hins vegar ekki að... Já, Finus finnur ölluna. Solo er bara ekki að finna felluna sínar. Skotin sem að oft lenda í haus eru bara einfallega ekki að gera það fyrir Solo núna. Og þetta er leikmaður sem að klárlega er með hæfileikan í það. Algjörlega. Við erum að horfa á KBJ pick. Já. Þannig að þetta er svona, sko, við erum skrítið að þeir eru ekki búin að vera að vinna mikið með gluggan. Já. Svona sérstaklega það sem það er bara aðal gimmickið núna. En Vega kom bara óvart hvað þeir byrjuðu bara á 1 milljón en sendu í rauninni bara Rodríguez þarna niður með MP9 og hann svona var ekki alveg tilbúin að fara í gennum smókin eins og við sáum
eins og við sáum hann Brian gera. Einmitt. Hann bara fór í gegnum smókin. Það var vissulega gaur hinum einn. Þetta var snirtilegt skota á Sörk. Þetta var meiri segja eitthvað svona pixel jiggle peak. Þetta reynsla þarna sko. Og bara hann klikka, hann hefði getað gert þetta með lokuð augun. Smókurinn hann nógu snöggur? Nei, þeir fara inn á þessu og þeir refsa þessu líka. Þannig sæti bara alveg opnað og Grey Rodríguez, hann bara ástæða fyrir að KPJ mista sæti alveg hérna. Vont að hafa ekki náð að halda sér lifandi heldur því að þá einmitt sér maður menn nýta þetta að koma sér svona djúpt inn og þarna Toxic búin að sækja þetta svæð og þá einmitt rítekið svo erfitt. En þeir ætla að fara og kanna þetta alla leiðina bakvið. Þannig að allir þrír úr A-main á meðan Edison sér að setja pressu hér. Flastið gott. Það einum þarna og rítekið hefst allavega núna en það búið að neita því árum að byrjaði Edison eftir á móti Toxic og hann ætlar að kalla það allt og lár. No kid, það bara þannig. Eitt sem ég langar að benda á. Ok, þú ert A-akkeri í Anubis. Það búið að finna pick á 2 öðrum stöðum á appinu. Blokkaðu A-lobbyið. Bara strax. Strax. Einmitt. Þú veist, þú ekki eins og telja að tickle-píka, bara blokkaðu. Bara leið. Ok, þeir eru öryggir á B-inu, líkur á því að þeir eru að fara að sækja eitthvað á A-inu. Hvort sem að það sé bara að reyna að finna fragg eða eitthvað, gerðu það allan að þýri hag og ég meina, þú veist að eiga erfiðan leik í þokkabót. Þú ert með 2 frögg, blokka þetta bara og kallaðu róti. Það búið að kæla rosalega mikið í KPJ og ég ætla ekki endilega að setja bara Puttan Rodríguez. Hann bara ekki búinn að fá að fara í gang og hann yfirleitt rock solid en alltaf bara einn akkir á meðan Vega eru bara að spýti lóun hérna. Kitty Disco á 18, Brian á 17. Þetta bara, Vega að spila bara á milljón og bara það akkurat það þeir þurft að gera á móti KPJ. Ég held að það sé bara líka að koma eins og þetta óvart. Double smoke í miðinni. 11 round og þú double smoke að miðju. Þið eigið ekki mikið, þið verðið að vanda ykkur. Nú pressan bara komin í gang. Komsin eru ekki á hreinu og Overkur hérna allavega aðstofi A-main en það ekkert í A-main, þetta stefnir í B og þetta bara 12. randi sem þeir að fara að sækja sér í nema Finus og Solo ná að gera eitthvað út úr þessu. Famas og Scout ekki beint besta vopnin í þetta, þeir hætta við, kalla þetta af hjá Vega, fara ekki út frá þessu en flassa miðjan opin. Já, mögulega bíða eftir bombunni yfir á B-ið og sjá hvort að vírus finni eitthvað þægilegt hérna. Þeir eru ekki að spotta inn í þristinum þannig að þú veist, hann á að geta komist alla leiðina að leikmann númer 4 sem Edison sem situr inn í faro akkurat núna. Smókurinn kemur út, þetta kallar á rótitið, Edison komið lengra frá B-inu, byrjar að einbeita sér að smóknum, hérna gefur tekið Solo, skátskotið feilar, ennþá verið að horfa á hann en hauskot á Brian. Og bara þetta farið niður hérna, Toxic og Kid Disco í postplant, Edison allir í gegnum er að smók en Toxic fyrir til, spottar Rodríguez, glæsir skot frá honum og Rodríguez loksins kemst hann í gangi, ríteki í mikilvægu rándi. Risastórt og ég veit ekki hvort það tókst eftir í en þegar að vírus setur smókin yfir á templið til að láta þetta líta út fyrir að vera A-split, Rodríguez komin út af mainið. Þannig að hann getur strax kallað að þetta sé bluff eða allir á miðjunni. Ekkert flass á miðjunni nema bara eitt þarna eldsnemma. Þannig að hann rauninni fyrir utan þessi 2 kill búinn að gefa þeim öryggið. Þetta verður B og þeir geta verið tilbúnir. Já, þetta einmitt vel spottað af Rodríguez. Þetta eru litlu hlutin sem að akkeri-spilarnir þurfa ekki vera með alveg á hreinu. Þannig gerir Rodríguez frábælega vel að fá info og kill í ríteki fyrir sína menn. Ég vil bara dýrka hvað hann þakkar niður í okkur strax við viljum alltaf bara sjá þetta 100%. Og vonandi kemur þetta honum í gangi eins og hinnir KPJ leikmennir hafa verið að gera við sig sjálfa. En þetta 100% út frá kólinu og aðstofar þá við leikmennina Solo og Finus sem eru 1-2 á B-inu en miðjan heldur áfram að vera fókuspunkturinn hérna í byrjun rounds en í þetta skipti þá eru þeir KPJ leikmenn með hana samt ekki alveg með info Edison kýs að bakka frekar hallast í áttina að B-inu. Engin ákvörðun tekin eða svona mögulega að núna svona með hvað Kitty sko að fara með bombuna spray hérna en refsað Rodríguez með Sörk voru 2 á A-inu að halda
spilar seinna treytið þarna og einmitt í anguli þar sem hann getur verið með mannin með buxurnar á hælunum og það akkurat það sem gerist þarna. Solo situr í stíganum, gæti fengið félagskap hérna eftir 3, 2, 1. Þetta var gott skoti Brian. Sofnaði eftir hann heyrði 2. Mollin Klikkar. Já, flassið ekkert spes og hérna ætlar að róta þetta yfir á Þeir eru búin að einangra Rodríguez, búin að eiga erfiðan leik. Hann er með lurksmókin úti þannig að Rodríguez ætti að gruna eitthvað. Verður að fá einn, gerir það, nær einum, skiptir yfir í næsta en bomban er komin í gegn núna, ofurku komin í rótið, nær hins vegar rappaskotinu, grípur í P250. 7 sekundur, þarf að fara í plantið, plantar safe. Edison komin langleiðina, vírus og Edison sem að gera vel hér. Hann næra Rodríguez þrátt fyrir að ná bara 1 killi þarna og vera svona í klessu. Hann næra tefja nógu mikið þannig að Ofurku getur komið sér fyrir í vappalína því að nú þarf hann einmitt að koma fram fyrir þennan kassa sem við tölum Getur ekki hengið þarna efst uppi og vera að sjá bæði miðjuna og A-sætið. En já, einmitt, það er alltaf ganga miklu betur fyrir KPJ núna þó svo að þeir séu svolítið svona rétt að slefa rándunum saman en þetta vonandi kemur þeim allavega svona af stað 2-4 núna en Vega ennþá með 11 og það er ennþá hættupunktur þar Kaupið er ekki kaupið er svo sem allt í lagi hjá KPJ, það er 1 MP9 þarna og svo sem fullt utility líka en hvort þeir farið að spara smókan ekki að henda 2 í 1 Kitty Disco finnur Finus á, Konna, það er ekki rétt fyrir mig Jú Hvaðan dreipur hann í, hann píka bara Rodríguez, hann vill fá eitthvað plássið að mögulega Kitty Disco er að fylgjast með því Plastið er gott Solo bakkaði þokkabóð ekki frábær smókur þarna fyrir BLB mögulega búist ekki við stjórnuna framalega nei, gera það ekki Solo fellur, Edison að spila í hotninu ætlar að klíra þetta út ég efast það glæsilegt þessi tímasending hjá honum hann er svo rólegur og spila núna bara í retakinu með sínu leikmönnum vita að þeir eru 2 eftir og geta verið nokkuð rólegir Rodríguez finnur 1 og Edison sér að loka þessu og bjarga þessu 10. rándi fyrir KPJ og þeir eru komnir í gang aftur Sultu slakur Edison bara, ok, ég er með playstrákar herru, býðum aðeins, hingurum ok, 2K, ekkert mál Ég skil ég held að myndi hanga allan tíman en ég skil hann heyrir í hinum koma þetta er bara svona það þurfti bara að hlaupa í þetta sem betur verið voruð með hausana saman og hann þarf bara að hitta þeim í línu gerir það og hleypur sér strax og tekur svæði þeirra svissar þessu út og spila rítekið með sínum leikmönnum KPJ döðafæri þetta jafna leikinn í 11-11 Tekku, þetta flass feilar þetta hefur verið geggjað flass fyrir Edison það skiptir ekki máli, nær 2 með það grípur í vappana ofvirk nær 1 tilbaka en ætti að vera konum með AK í hendurnar eftir smá, nei, ofvirku komið línu það flass hefur verið svo geggjað væri til í að sjá Alternate Universe þar sem að hann fær mennina alla blinda og þeir skjóta hann blindan Já, það verður ennþá skemmtilega Við viljum ekki að velja eitthvað universe þar sem hann er einhverju eisi Nei, við viljum flasskillið á Edison Þrátt fyrir þessi mistök hjá KPJ búin að gera þetta hellingsmistök með utility þá eru þeir samt að ná að hitta sínum skotum og það er bara eiginlega svolítið sem betur fer Já Mættu alveg snirta þennan punkt hjá sér Já, við svona reyfum okkur rosa mikið á það að KPJ sé að fara að hitta allan sínum skotum Ef þeir væri ekki með það þá væri leikskipulagið hjá þeim dálítið úti því að þeir skjóta hart Það er ekki að milla halda línu í þessu leik, segir Ofvirkur það er alveg galið en Rótið komið, Rodríguez kominn í tengi og allar að kíkja hérna út smókum kastað, Sörk lár eftir þetta, Brian með AK-in getur gert eitthvað skada og Rodríguez klárar Brian hér, gerir skada töluverðan á Sörk en 11-11 Það er að sætta sig við plantið en það er svo sem
fyrsta skrefið og hjálpar alltaf til penings. Þeir geta keypt almennilegt utility með öllum byssonum núna, en þetta er do or die moment hjá þeim því að það er ekki mikill peningur eftir þetta og ef að KBJ er að refsa þeim núna þá er þeir sennilega með 13. rándið líka. Sérðu skiltið þarna? No swimming. No swimming. Út af því þetta er Nílarfljót. Já. Nílar krokodílar eru gífulega hættulegir, ég lærið í bók. Já, ég hef heyrt þessa bók, þessa bók. Hérna er Ofvirkur með rétta line-upið og fyrsta plastið flýgur. En Vírus ekki til að taka móti. Þarna kemur hitt og Edison. Það var seinasta kúlan sem hóð beint í haus. Grensa smókin kíkir með fyrir Ofvirk vinsanlegast að koma tilbaka og flassa aftur fyrir þig. En ákveður að bakkur þessari stöðu. Það hristi bara hausinn á Vírus þarna. Áttu ennþá þessa bók sem ammaðinn gaf þér í... Hún er nýri geimsli og maður pappa, já. Já, ok. Já. Ég veit að Óli er heima á sig núna. Yes! Anubis er komið aftur í mappúlið. Yeah, baby! En Vega hins vegar ekki komnir aftur í leik. 4 eftir núna og KBJ eru bara að storma út frá þessu. Þetta er eiginlega bara síðasta executi sem þeir eiga efni á núna hjá Vega og það hinga til virkar ekki. Treytin koma ekki inn, Ofvirkur nær að slinda sér í línu og koma sér fyrir Sörk. 1 eftir núna að opna sæti afsakið Toxic. 1 eftir en það breytir engu þeir eru bara búin að storma þetta. Það er engin peningur eftir til að fara í heilbrigt execute hjá Vega núna. Þeir eru með eitthvað pening en þetta þarf eiginlega bara að vera, þeir geta ekki spila hægan leik lengur. Nei, geta það ekki. Núna er KBJ konum með infoplayin sem við þurfa að byrja að vita hvenar þeir eiga nota blokk út til þess að A sem að skipti svo ótrúlega miklu máli. Eru konum með Edison í gang, eru konum með Ofvirk í gang og eiga hellinga pening. Þeir eru að fara að loka þessu mappi hérna og senda okkur í Inferno 1-0 yfir á móti Vega. Það hlýtur að vera. Ég sé ekki hvernig þú, sko, þegar þú ert líka brjóta momentum, það er, annars þarftu bara að vonast eftir að þú fáir einhver multikills en KBJ eru bara ekki að leyfa þér það. Blassið, er það gott núna? Já, það er aðeins búið að íta tvöfaldaf og það dugar til en þá fær Edison ekki neitt. Þannig að kannski geta Vega þakka fyrir það. Smókurinn er djúkur, Edison ætlar ekki, hann fer enda fram fyrir hann og tekur svæðið af þeim. Þetta er ekki bara, þetta er bara að koma Sörk á óvart en næra halda höfðinu. Sástu það öryggi? Já, bara þessi smókur er lélugur, ég ætla að framfyrir hann og sjá hvort þeir geti fundið eitthvað. Þetta er pönnis og þetta er það sem að þessi leikmenn eru bara bestir í. En þetta er, það hlýtur enda B. Þetta hlýtur enda B. Með hvernig Sörk er búin að koma sér fyrir hérna í tenginu. Ætti hann að lurka, þeir eru 2 í Apex. Og með tilbúið undirhandarflass hérna yfir vegginn sem ætti að poppa alla sem að koma inn á sæt. Edison er búinn að stilla upp í plan B. Bombaraleðuna A. Bombara í stiga. Ekki séns. Ó nei, Ofvirkur. Þú mátt ekki falla núna, ekki. Þetta er allt of seint. Rodríguez getur verið akkeri sem að þarf á að halda. Þeir eru búin að kalla rótið en hætta samt við á síðustu sekundu. Þannig að nú er bara eftir 1 smókur hjá Vega og þeir eru bara að vona að hann gerir nóg. Þeir eru ennþá 3 á bjönu. Edison er tilbúið með flassið í hotninu en kýs að píka frekar spila rítekið og það er Sörk sem er að gera nóg en er Edison að stöðva þetta? Nei! Hann, oh my god, þetta er svo tæft. 10 sekundur. Holy hell. 5-7, gera nóg, nei, Vírus nær frakkinu og það er 12-12. Við förum í overtime í Anubis. Hvernig? Þetta, þið voru með allt þarna til að geta klárað þetta en það var bara einfallega ekki nóg. Sörk gerir nóg þarna úr tenginu. Góðu tengispilari í svona crunchi er gulli betra. Þessi CT-smókur er bara einfallega nóg. Þú þarf bara að klíra út default-angulið á köpíinu og þá ertu komið með bara smá util í Faro, þá ertu bara golden. Þú ert komið með crunchið. Þú ert allavega með eitthvað og bara, en já, Edison hann var með flassi hérna uppstilt, hann hætti við að kaus frekar að fara í treytin sem var kannski bara besta í stöðunni en munaði oflitlu og Brian hérna með twist sem að bara kemur í sprayi, Ofvirkur með línu, nær tengingu en ekki að klára. Kitty fær þarna smá grensu í
að bara fara í utility kennslu eitthvað þetta er orðið comical núna sko. Það er of mikið að feilum neins búin að gerast og ef að það verður downfallið hjá KBJ þá veit ég hvað að segja. Við erum að horfa á úrvalslið. Þetta má ekki gerast. Rodríguez væri alveg til í að hafa grensu núna en nei, þeir bakka rakleiðis í áttina að vita nákvæmlega hvar Rodríguez spilar og fá flugbraut þar inn. Vírus með þess að í nýja gatinu droppar þetta niður, fær fæt en fellur fyrir Rodríguez. Þeir hafa næga tíma til að stilla sér upp fyrir þessu öryggi núna hjá Vega og gera það bara. Rodríguez þráttur að vera komin í gang hvað varðar byssu að þá er utility bara eitthvað genatengt hjá KBJ núna. Þetta er Gena. Þetta er í DNA-inu. Leiðu þetta er í krútari liði þá kanntu ekki að kasta utility. Þeir þurfa bara að crossbrýta þetta úr sér á næsta árum sko. Það bara virðist vera. Hvaða leikmann myndur þú nota til að crossbrýta á betri util-spilara úr KBJ-leikmanni? Eru nú sögum, en voru þeir ekki ágætt? Nei, nú er ég að rugla. Það voru þeir voru geggjaðir. Já. En það voru líka svona, ætli það ekki, leikmenn. Hvernig leikmann ætli þú fáir þegar þú crossbrýtar fjallagefing við Finus? Þú farið eitthvað sem að ég veit það ekki. Nota bene fjallagyðingur er leikmaður sem er í IA. Já, bara teka fram fyrir menn heima, menn og konur. Já, menn sem að, þekki ekki nicknamein, þau eru skröðlega alltaf sko. Mountain Dew. Þegar maður skiptir út einum staf og þá er þetta komið allt annað. Aldrei spáði, þetta er alltaf clever nöfn líka sko. Já. Síðan er eitt sem heitir Clever líka. Það er rétt, mikið rétt. Það heldur áfram sko. Það er allt notað maður. Ofvirkur og ADHD og hyperaktiv. Hyperaktiv, ofvirkur, bræður það ekki? Heldur betur. Það var ekkert hugmyndaflug þar? Nei, það var alls ekki. Það var bara henn. Brósa sko. Það er bara mig. Allir líklegast með greiningu eða ógreiningu. Ég menna það virkar allavega fyrir ofvirk, það sést bara. Þetta minnir svolítið á Simple, bara, þú veist, hann þræfar bara í chaosinu. Já, algjörlega. Halda línu eins og segir, það er... Gæti verið betri en samt sem áður. Það kemur sér þá fram fyrir angulegu kittir vírus þetta með þessu. Grensa hann að tekur vírus niður í 55 og Edison þarf að taka hann á stóra sinum hér. Sér einn leikmann. Þetta er svo snyrtilegt! Ertu ekki að grínast? Ding, ding. Hann er læstur á skjánum sínum. 4-4. Leikurinn allur hefur bara hægt rosalega mikið. Rétt fyrir overtime. Núna í overtimeinu. Það kemur þetta yfir á bíð og það er að taka hann á stóra sinum. Edison nær vírus í baki og þá verður þetta dálítið einhæft teikja. Hvað? 2-2. Ofvirkur. Grípur í 5-7. Skýtur hérna á bombuna. Hún fellur. Og Edison kemur ekki tengið, klára sörk út og 13-13. Hvernig Edison? Sko, þetta er eini maður sem ég sé fyrir mig spreyja í þessu distansi. Sko, hann er bara confident, bara ég mun tengja þetta á haus og gæðin er hoppandi í íkon, þú veist. Þetta er bilun. Þetta er insane. 25 kills á honum. Mechanically er þetta bara algjört unit af einstakling sko. Bara alveg sturlað að fylgjast með honum og þetta er bara einn partur á leiknum hans. Hann er með einhverja náðagáfu fyrir nákvæmlega þessu. Vírus með vampelinu núna í tengi. Finus væntanlega ekki að fara að kíkja inn í þetta. Grunar að það gæti verið vappi hinum einn. Edison enn og aftur fær flassið þarna frá kamera, þrist. Og fast í liðinu svo vennulega. Það er farið að rakleiði sig að smóka miðina í kjölfarið á þessu flassi. Rodríguez kominn á ok. Það ætlar að taka líklegast einhver löng engul hérna. Ég hata það ekki. Nei. Hann er líka svona, hann er í þessu angulið þar sem að þú getur einmitt nýtt þetta alveg mjög mikið. Þetta er skemmtilegt búst þarna. Fyrsta skipti sem maður sér menn nýta þetta á öfugavegu. Þetta er einmitt það sem maður sá. Það er hægt að bústa þarna upp líka. Já,
en kannski vita betur heldur en að fara að reyna það og líka svolítið situational, ég menna þú ert að berjast á miðjunni sé ekki nema kannski late round að fara að bústa þarna upp sko. Sörka ætlar að taka þetta fight hérna, spottar Eddersen og eru þá komni með miðjuna óbeint. Vírus með Finus, þetta opnu sem þið þurftu, opna hana yfir á bíinu, fá rótiði frá miðjunni, smóka þá út Faró og einangra sikkot sæti, 2 á sæti, ofvirku með Brian, flassaður. Kom ekki hann tengið solo, nær ekki frakki, búin að eiga erfiðan leik en Eddersen, hann inn í Faró, gæti gert skaða en góðum molli ítir honum í burtu. Plantið verða niður. Mólenda frekar heldur hann að reyna að taka bardaðan, vita þeir eru heitir á KPJ og geta núna bara að spila þetta 4 á móti 3 en rítekið þegar það fer í gang þá er það stöðvað strax. Eddersen og ofvirkur 1-2 eftir núna og þeir fá enga inntöku hérna, ekkert sem hleypið þeir inn í þetta var hættulegt en þeir taka, seinna rándið sitt vega hérna í framlengingunni og fá svo að færa sig yfir þar sem að þeir virtust vera mikið öruggari með sig séti megin. Allavega hvernig þeir spiluðu, það var eins og voru búin að hugsa séti hliðina mikið meira. Já. Þannig að spurning hvort að KPJ séu búinir að adapta við það eða bara hreint út sagt komnir í gang. Eru núna með alla leikmenn á borði. Heldur betur, vantar sólóinn samt hjá KPJ. Jú, smá. En Það er einileg. Þarna fær hann strollu í gennu smók, hefði geta náð einum en það var svona ekki... Nei, hann stóð svolítið svona, þú veist, þeir gáttu komið sikkur með hann við hann. Þurftir eiginlega að velja þér annað hvort anguli frekar en sást líka á viðbröðunum að hann var bara ekki að búast við þessu held ég. Þannig að ég veit ekki hvort að callið hafi komið að þetta væri loka sætið en enda voru splittar ofvirku var nýbúin að fá killið á miðjunni þannig að kannski leit út fyrir að vera splitt A. Já, gæti verið vega 14, KPJ 13, OT vega, það voru að tala sem við leitum að, er 16, einungis 2 rándum frá því, KPJ þurfa öll 3. Aftur komnir í elstu útfærsluna af Ancient, Anubis þar sem að þetta var að spila upp í, 16. Já, gamla góða. Ég var alltaf hrifinn að því. Ég hataði ekki til að horfa á en ég skil svo sem kannski svona leikmenn sem að spila þetta til lengdar. Ég skil breytinguna frá casual standpointi sérstaklega. Ég er bara 100% á því að þetta var góð breyting að fá 13 á til. Já. Það er eiginlega bara nákvæmlega sem þetta gerast til að bara stytta leikina, bestu 3 sérstaklega sem er nákvæmlega það sem við viljum horfa á og viljum keppa í. Vilt ná seríu en vissulega það er erfiðar að ef þú tapar pistólum og tapar forsum þá ertu dálítið með leik sem er gífurlega erfitt að vinna en leikurinn er búinn að þróast það mikið að ég meina það kannski bara vantaði upp á að neyða leikmenn í að gera færri mistök og mistök höfum við verið að sjá hinga til en við höfum líka verið að sjá menn taka leikinn í sína eigin hendur eftir svona ofvirkur eiginlega bara svolítið byrjuðu það trend hérna fyrir KPJ og eru ástæða fyrir að við erum í overtime. Og flott frakki solo, gerir sér stóran á það A-sætinu en þeir ætla að fara á B. Brian fyrir smók hérna fyrir sítíð og rótið þar yfir að tenginu og Rodríguez nær frakki en Toxic og Brian með sikkot en treytað úr 3 á móti 1 í postplant. Ef við þekki Toxic þegar hann er heitur, þá reynir hann þetta. Hann er 100% farið að reyna þetta. 100%. $7.500 á honum. Klírar út CT og eru með mann í lobby og þetta er bara þægileg staða sem KPJ er í akkurat núna. Toxic kitt á bakinu, spottar út þarna. Ekkert sem hann getur gert núna. Það er bara allt og erfitt að koma sér út þarna þegar Eddersen sækir info frekar en bardagan. Og það er bara komið í ljós, hann verður eiginlega bara að spara. Það er, kýs allavega að spara. Það er kannski einhver peningur þarna fyrir þá. Ég meina KPJ eiga ennþá eftir að fá 2 ránd í viðbót til þess að vinna þessa seríu, eða vinna þennan leikafsaki. En tekur Vappan meira sér, kannski ennþá betri ástæða til þess. Vírus féll með hann, 14-14, allt jaft í Anubis aftur. Og það er annarkvort liðið gæti hann það treyta rándum og við fáum second OT. Overtime nummer 2.
Þar töfratalan 22. Nei, 19. Það 19, ég bara alltaf langt frá. Já, fórst í sko trippul. Ég fór í trippul over þetta. Þetta óskikja. Heyrðu það fyrst frá steypu. Förum alla leið þangað. Vírus opnaði eins og Rodríguez fallinn. Voru konum með hann verulega þægilega í gang. Hann var að skila góðum frökkum til sín og já, þeim vantaði bara þetta solo yfir. En manni yfir. Stutt og eftir einmitt. A, þetta er A, bara 100%. Þetta kannti ekki einhverja smóka á molla hérna. Þetta var stórt fragg sem að finnur í miðjunni. Og þetta einangrar Toxic alveg gífurlega á A-sætinu. Já, þú myndir hata við þessar stöðu, sérstaklega þegar ofverkur kýsa slowpika, kannski að síðasta sem þú býst við í þessar stöðu. Vírus nær treytinu, en hann ekki að taka sætið. Hann ætla samt að reyna að sækja eitthvað svæði hérna, halda þessu svona nokkurn veginn pressu á þessu, meðan restin af liðinu kemur til hans og fer út frá þessu flassi. Kitty með gullfallegt flass og Vírus með 2 sem að eiginlega opnar þetta fyrir Brian, 1 á móti 1, en það Edison. Ískaldur, klírar út lobbyið, veit hann ekki að koma í bak, flassið gerir hann ekki neitt, en þetta ekki fullkomið plant fyrir hann, en spilar í off-angle, Edison nær að horfa í burtu, kíkir aftur inn! Þetta já, þetta ræðjar, hann ekki trættið þetta, veit líka pressan svolítið, ég skil þetta rípikja á honum. Brian þarf að fara aftur í bombuna, hann veit að ástæða fyrir hann hleypur í burtu upprunalega til að spila tíman og heyra næsta tikk, en það sem hann býst ekki við í þessum, já, þegar tíminn hægur, að þú ert með mannarna sem hann veit nákvæmlega hvað að gera og það bara að svinga aftur. Kemur á óvart, þetta ekki margir sem myndi gera þetta. Ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir því hversu nett þetta play var út af því að í muscle memory hjá okkur flestum þegar þetta spray feilar akkurat svona, þá sá sem að vann treytið sem var augljóslega var það Brian. Hann instantly að fara að taka bombuna aftur. Hann bara, nei, ég ætla að fara raklið þessi fight, ég næðir eirað. Einmitt, þarf að teka bombuna aftur til að gefa honum ástæðu til að rípíka sig, en hann finnur sína eigin ástæðu. Nákvæmlega, þetta svona pingu litlu hlutiðin í spilastílum hjá svona frábæri leikmönnum. Þetta bara, þetta er svo skemmtilegt að fylgjast með. Ég elska líka hvað menn eru bara búnir að hita sig upp í fyrsta korti af mögulega 3. Ég sé ekki af hverju við förum ekki alla leið. Þetta eru 2 liðin sem eru bara, þau eru nálægt hvort öðru og efst uppi á sítinu númer 2 og 3. Þannig að ég spáði og vonaði eftir mjög tæpum leik og við erum að fá það í fyrsta mappinu. En þetta stefnir í B, sérstaklega núna þegar Vírus búinn að finna Finus og þarna kemur executið Edison ekki að tengja. Kitty Disco heldur þessu niðri og Brian kom til aðstoðar, en Rodríguez farin að stíga upp núna, búinn að finna 2 og halda þessu gangandi, en það dugar ekki til. Vega tekur þetta í aðra framlengingu. Þú sagði það fyrst og já, fólk verður að fara að hlusta á þig. Það er bara second OT. Við erum að fara í third. 100%! Þið hefðu það fyrst hjá steypu! Þetta er svona Casters Curse, það sem að ég ætlaði ekki að segja þetta, bara svona, I got them it, ég sagði þetta orð. Allavega Vírus að fara að keyra í 30 pumpuna sína, einu fraggi frá því, hann heldur betur búinn að fýra upp í vappanum. Hinu meina Edison 28 fragg á honum. Þetta er instansmókurinn sem við erum búin að vera að sjá, fara alla leið í stigan í byrjun og mjög mikilvæg núna þegar að sést einmitt Vírus fara og hann reyndar tekur ekki línuna, en þeir reyndar hægt í hana núna, enginn sem að skorar á hana þar. Og nú hann með allt infóð í vatni, það enginn þar. Þeir ættu að vera búin að róta þetta leikmönnum, finnst mér yfir á B, en þeir eru samt eitthvað gæla við að það geti ennþá verið B. Ég er náttúrulega ekki með infóð. Finnst að fara að labba þarna út. Þetta er insane og fara núna að strauja út frá þessu og þeir eru bara komnir með leikmenn út allt. Sörk með 3 og heldur þessu einhvern veginn niðri.
Þeir voru með báða leikmennina, einn var reyndar í pósin, hinn var bara algjörlega out of position. Vá, hvað þeir eru heppnir Að sjálfsögðu, þú flassar alltaf út með smók og píkar út því, en pældu því hefðu þeir bara labbað inn. Já, ég held að Það er rosalegt. ég held að það hefði aldrei búist við þessu. Og mér fannst að vera svolítið djart hjá þeim, sko. Ég held mér sem hafi verið pínu komin út úr smóknum áður en að flassi kemur. Mér fannst að vera svolítið djúpt það sem að kom. Við sáum alltaf bara X-ray, þannig að við vitum það ekki alveg. En ég langar frekar að segja að KPJ hefði bara átt að ná að treyta sörkarna, en 3K hjálpaði, hann bara hitti öllu skot sem hann þurfti að hitta og Þetta er alvöru play. Vírus hinum einn með vappan í höndunum. Þetta er alvöru vappadúl. Vírus gæti kíkt inn í það línu, en líður svo sem alveg þokkalega bara. það að hann var flassið í andlitið og hikar ekki. Hann veit að það er enginn með þessu. Vætsvingar svo Vírus, en Vírus er tilbúinn. Fær grensuna alveg dynur í eyrunum á honum, en hann er með hreint og klárt fragg þarna sem að opna fyrir Vega. Töfratalan sem við leitum að sjálfsögðu 19, Vega einu nær og færast nær og nær 17. með hverju fraggi. Edison og Co. koma sér fyrir. B-split er raunin, en það verður veikt frá B-lobbyinu og sterkt frá lobbyinu. Getið Disco ekki alveg nógu snöggur þarna, finnur hann. Brian og Svörg saman, þeir eru að gera gott úr þessu og Vega eru konir bara aftur í gang. Það bara lítur allt út fyrir það. Rodríguez komin í gang sjálfur, en það bara þarf meira til. Já, 100%. Grunuðu náttúrulega að sjálfsögðu ekki að þeir voru búin að svindla þriðja leikmann inn á B og þetta var bara mjög vel coverað frá Vega, 17 round frá þeim og það er 1 kaup eftir í bókunum. KPJ þurfa 1 round inn í seinni hálfleik. Frá því að Vega byrjuðu leikinn og spiluðu sittileikinn, þá komur á óvart að það hafi verið KPJ pick og það er einhvern veginn, mér finnst við að komnir aftur þangað núna, þar sem að þetta lítur út fyrir að vera Vega pick með við hvernig KPJ er að spila þessi gun rounds, sem er bara, mér finnst eitthvað vanta hjá þeim. Ég get ekki alveg nelt niður hvað það er. Nonna. Þú segir það er bara nonni. Gæti verið. Finnst alveg að halda sínu uppi, en já, það einmitt. In-game leader, þetta er rosalega mikilvægt ról og sést alveg það skiptir máli ef að það er orsökin fyrir þessu. En við erum Vókal leikmaður sem að er með hugmyndir, þetta er bara skiptir höfuðmáli. Sérstaklega í terr. Vóka er smókin þarna og Toxic finnur bara nýtinguna á því. Hann þarf að gera mikið hérna, en Edison, hann er búinn að vera bara allt og heitur og vonandi náði þá 1 rándi til að gera eitthvað gott úr þessu. Ég er ekki viss það. Það er bara hannig. Flawless fyrirhálfleikur hjá Vega í overtime númer 2. 1 rándi frá því að sigla 1-0 inn í sitt map pick Inferno og stela Anubis frá KPJ. Map afsakið point, ætla ég að segja, og þeir geta bara verið nokkur rólegir held ég núna. KPJ ekki með neitt til að vinna með og þeir litu alls ekkit verri út á T-hliðinni hjá Vega, allavega ekkit í samanburði við KPJ, en spurning hvort að KPJ sýni eitthvað meira aggression. Við vorum að sjá þá ná að nýta flössu sem mikið betur þegar þeir hittu þeim, en Edison svo sem voru að fara aggressífur í miðju að klíra hann út og nota Edison bara reyna að finna einhver dúel fyrir hann, einhver einvíi til að koma í gang og búa til ránd fyrir sig. Þurfa að gera það 3 ránd í röð er svolítið mikið til að biðja og þetta lítur út fyrir að vera bara sama ránd og við sáum í fyrstu Disco ekki molla fyrir þetta. Hann ætla bara að taka gunfightin. Solo spottar hann og kemur í línuna fyrir hann og nú bakkar hann með lár að HP. Nathan getur verið góð, en hann er að koma sér nógu aftarlega. 3 HP á honum og heldur sér lifandi og það er bara það svo vilt í þessari stöðu. Bjóða ekki upp á treytið og hann getur verið hvað sem er á mappinu núna. Flass yfir miðina. Solo vissulega fallin, en
Outputið á honum var ekkert svakalegt og þeir overrót þetta yfir á P-ið í þokkabót. Gæti verið rétt að kólið. Já, bomban virðist þér að horfa á miðjuna samt. Þeir eru ennþá að bíða eftir ykkur aggressinu og það er að gera rétt í stöðunni núna hjá Vega, senda vírus út á miðjuna, sækja info eða halda rótiti. Toxic finnur eitt sem að sækjast eftir info á B-inu en síðan strax treytaður út. Neitan er góð, tímasett, kemur sér í cover og heldur þessu 3 á móti 3. Þeir þurfa að kóla eitthvað rótit núna en Rodríguez, A-ankurinn, hann er fallinn sem þýðir að Vega ættu að fá þetta A-sætt nokkuð frýtt ef þeir ná þessu á tíma. Einu rondið frá að sigla þessu heim, einu fraggi, Edison og 32 HP standa í vegi fyrir því, fellur hér og það er 19-15 fyrir Vega í Anubis. What a game sem við fengum. Þetta var geggjaður leikur. Ég elska það. Við byrjum síðustu viku, já, fengum hann Anubis-leikinn en hann var bara ekki eins heitur á þessi. Þetta sýndi öll gimmikinn. Það vantaði bara þetta að refsa save-um en þeir spöruðu líka, ég heldur að það bara vita það. Ég er búin að fatta það að þetta er svo hættulegt að rótita í sparið, þannig að menn eru að spara með því að fara alla sittileiðina frekar og fara þar á B. Þau fáu save sem við sáum, en hvað var að frétta með utilityð hjá KBJ? Þeir voru aðeins í vesinni, þú veist, feiluðu middflassi, doublesmoker í þarna miðjuna og svo framvegis en gott og vel, þeir gáfu mjög góðan fight til Vega og við skulum ekki taka neitt frá Vega, þetta var mjög close leikur og map-picki á KBJ en samt sem ég var að búast við meira outputi til dæmis frá Rodríguez svona fyrri partin leiknum og Solo einhvern veginn bara átti aldrei neitt í þessum leik, hann var bara ekki gera neitt. Og með þess að þau skiptið það sem að hann fekk það sem hann gæti fengið multikills, þá var hann bara ekki einhvern veginn í réttri stöðu. Jú, hann fekk þetta eina multikill á A-sætinu þegar þeir hefðu eiginlega bara átt að ná að komast inn á A-sætið fannst mér, en þetta þrykki var mjög mikilvægt hjá hann, þannig að það voru svona, alveg eins og Rodríguez, þetta eina ránd þar sem að nýbúnir að setja út á hann, að þá einmitt fer hann og fær allt infóð áður en að execute gerist á B-inu, þannig að menn voru að fá rétt infó svona síðasta séns bara einhvern veginn og þannig var þetta einhvern veginn þessi leikur, menn voru kaldir eiginlega pínu beggja megin en KBJ voru kaldari en ég held að þeir séu samt komnir í gang allavega með sinn styrkleika og ég held að fáum sterkan afsakið, það er Inferno, ég ætlaði að segja núkleik en það var ekki pikkað núk, það er svo spes. Eitt sem ég langar að spyrja, kommenta aðeins á er að svona framan af leiknum, svona ef við tökum fyrri hálfleikinn og svona part af seinni hálfleikinn, þá var vírus kannski ekki atkvæða mikill og þeir voru að reiða sig meira á, þú veist, Kita Disco, Brian og svo framvegis, síðan tekur hann vappan, byrjar að hitta örlítið og við vorum að sjá gífurlegt magna multifröggum, loka niður angulum og erum við ekki bara að horfa á að vírus er MVP-ina? Jú, ángríns, ég ætlaði bara að segja það. Ofvirkur, hann líka kólnaði svolítið seinni helming eftir að Vega náði bara að stöðva þetta momentum sem að KBJ voru með. En já, bara 100% vírus, hann var komin upp í 35 killarnir í lokin, en líka þetta voru svo mikilvæg kill sem hann var að fá. Frábært, en já, við ætlum að kíkja á örfáar auglýsingar, síðan förum við rakleiðis yfir til Ítalíu í Inferno. Það sem við erum að gera hér í dag er að við ákveðum að taka þátt í Skjálfta, styrkja Rafíþróttasamband Íslands í því að gera þetta frábæra mót og eftir nokkra fundi með Rísi að þá ákveðum við að fara all-in í þetta verkefni og sýna hvað getu við hefðum í heimiliskerfinu hjá ljósleiðarann. Þannig að það sem við gerðum hér er að við tengdum hvert einasta borð eins og heimili. Ef við horfum í tölfræðina það hvað er að gerast á netinu, þá er ekki verið að nota nema innan við 0,5% af heildargetunni sem að kerfið býður upp á. Þá erum við að tala alla netumferð sem er í gangi hérna í húsinu. Því að hegðunin á netinu, hún er líka að breytast. Það snýst nefnilega ekki allt hraðan, það snýst gæðin. Hvernig er netið? Alltaf gott.
klikkar aldrei, sérstaklega hérna. Það er sjúklega gott. Það hefur eiginlega aldrei verið betra. Netið er geggjað. Það er bara spotless. Bara gæti ekki kvartað. Bara aldrei upplifa betra net núna á laginni, ever. Ég er náttúrulega vön netunni hjá og afa og þau voru ekki með ljósleiðara. Þannig að við erum búin að leggja hérna inn í húsið 388 ljósleiðara og hérna fyrir utan þá komum við fyrir færanlegri tengistöð með 2 alveg risastórum swissum sem að sjá til þess að allir spilararnir hérna séu tengdir við umheiminn. Tengistöðin sjálf er svo tengd í burtu með 400 gig samböndum sem fara í 2 áttir til þess að tryggja öryggi húsins. Þannig að ef það kemur upp strengslit eins og hérna í hverfinu þá dettur skjálfti ekki út. Já, hann er kerið 24.000. Það er alveg góð standi, sko. Ættir að draga hann. Strákar, koma, núna. Nei, bílnúmer, já, það er BLT27. Já. Flott, maður. Ég sagði flott, maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bye. Come on! It's like a jungle sometimes, so it makes me wonder how I keep from going under. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Don't push me, cause I'm close to the edge. Völdu rafmagnaða Toyota tilfinningu með nýjum BZ4X. Toyota, förum lengra, fyrir alla. Velkomin aftur, Vega 1-0 yfir á móti KBJ, Seed 2 á móti Seed 3, frábæra núbisleikur, pikkið hjá KBJ og núna eru KBJ konum með bakið upp í vegg. Hvað ætlar að gera? Sko, mér finnst þetta að finna að því við töluðum við vorum að búast við núk, sem að að vísa ykkur svo sem kannski KBJ map líka, en ef að það verður ástæða fyrir að við fyrir með 3. map, að þá mun ég láta á að heyra það, sko. Já, vissulega, þú veist, þeir voru í dauðafæri á ákveðnu tímabili en Vega áttu bara þrjusugóðan leik og eitt sem að hefur aldrei farið úr DNA-inu hjá Vega þeir eru skrappi.
þeir kunna að loka leikjum sem að eru 50-50 og það er ekki heppni, það er hæfileiki í raun og veru. Þeir eru mjög góðir að finna glöfur og það er bara eitthvað sem hefur verið í DNA-inu hjá Vega bara frá day one. Já, ég held að fara ekki að milli mála að þeir eru með, það er endrasta hugmyndir sem að þeir geta svona tekið upp og einmitt þeirra þarf að breyta einhverju. Og sást líka svolítið bara svona á playstilinu þeirra að þeir eru ekki endilega að leita af þessum fröggum eða svona multifrags til að koma sér í gang, þeir geta fundið lausnir, alvöru lausnir og það varð til þess að þeir náðu að komast alla leið í lokin og þrátt fyrir að menn voru kaldir til að byrja með, nokkrir leikmenn kaldir, en KPJ eru hins vegar heitir. Þannig að Inferno er ekkert eitthvað mapp sem að enginn þekkir. Það skiptir engum máli hvaða lið þú ert, þetta er mapp sem að allir kunna spila svona frá grunni, en það er rosalega mikið að nate-möppum, þannig að KPJ þurfa að vera svolítið með það utility á hreinu núna því að þetta er bara svo mikilvægt upp á banana control og það hefur ekkert breyst öll þessi ár. Það er nefnilega það sem er mjög áhugavert í öllu þessu samhengi. Það skiptir, tökum bara gömlu góðu klísjuna eins og við tökum alltaf þegar við sjáum Inferno. Banana controlið skiptir miklu máli. Já, af hverju þú verður að vera með utilið sem að fara að countera terrana sem fara að koma upp. Annars er þetta bara að fara að missa banana, þá er búið að þrýsta þær upp og þá er þetta að róta þetta einu leikmanni yfir, veikir aðeins, bla bla bla. Ok, við erum búin að heyra þetta 1000 sinnum. En samt sem áður, ef þú ætlar að feila þessi utilið eða kannt ekki utilið, þá eru Vega að fara að snæða því í morgumat þarna á banana. 100%. Þetta er svolítið bara eins og B-in í Dust 2. Ég meina að þú hendur ekki smókarni í byrjun eða setur pressu á í byrjun að þá er ekkert ólíklegt að leikmenn fari og nýti sér það og þetta er bara svo erfitt sæt til að rítika og sama hægt að segja B í Inferno en það að vísu býður upp á aðeins meira svona, þú ert líka með 3 angles, skilur. Já, þú ert með 3 angles, getur komið aftur frá banana en þú þarft að klera allt saman þarna upp á nýtt og það er kannski einu munurinn en A-side Inferno, sko ofvirkur, hann er að spila A-side, býst ég við. Já, mér finnst það líklegt, já. Mér finnst það líklegt, en er þetta, eru að fara að sjá einhvern multifrags þarna? Ég er ekkert svo viss, hann var að smóka þar út. Sko, hann er náttúrulega mjög versatile vappi og hann dýrkar að fara bara út allt að finna pick og við sáum það náttúrulega bara í Anubis og hún síðan bara gennum bara fyrir leiktýr og svo framvegis. Það sem að nei, veistu, ég gæti reyndar alveg séð hann vera að spila tennis á vappa, jafnvel B, ekki taka Edison úr rotator hlutverkinu í Marco. Nei. Það skiptir mjög miklu máli. Að halda Edison í komfortinu sínu skiptir örugglega mestu máli fyrir þetta lið og bara leyfa Rodríguez að spila í grifju, vera bara þetta akkeri, seinastur að rotata og svo framvegis, en þetta verður samt svo mikil þolraun og þeir verða að fá solo inn. Þeir verða að gera það. Og hann er sennilega að spila á B-inu þá, er það ekki rétt? Já, mér finnst það líklegt, já. Og þetta er einmitt bara endurtökum aftur. Þetta er bara svo mikilvægt svæði þar sem þú þarft að vera með pressuna. Þó þú ert ekki að taka gunfights, það hefur verið að sprekinu smóka og eitthvað svoleiðis en það er einmitt utilityð. Og það er líka ekki að kalla rótið til þín nema á sért alveg viss. En auðvitað getur maður alltaf reynt á gískið og vonað að besta en það er einmitt, maður sér rosalega mikið af spörum í mappi eins og þessu fyrir ástöðu. Inn í Inferno förum við, hvernig fer þetta? 2-0? Ég vill ekki segja neitt en ég held við förum í annað overtime. Búm! Ok, ég held að Vega loki þessu hér og það verður 13-9 fyrir þeim. 2-0, KPJ þá sín 2 stig en Vega fyrstir upp í 6. Þetta er sen glæslega skot á honum og hann virðist vera að spila B-ið hérna, vissulega eru 3 þannig að það gæti verið first round, verið áhugavert að sjá en vissulega svæðið það sem að ræflast frá mjög auðveldlega fæta ef þú nærða að berjast í gennum utilið. Sjáum kannski ekki alla söguna í pistolinu en Edison allavega að gera gott úr svo heldur einmitt allaleg niður banana með þessu og það leifir honum að vera einum þarna. Þeir þurfa að brjóta hann niður og það er ennþá tími fyrir rótatið þannig að þeir hafa efni á að koma 4 leikmönnum yfir á aðeð núna sem þeir gera. Þar virðist líka vera execute svæðið en þeir eru samt að horfa í bakið. Rodríguez
eins og Akkeri þarf að sjá að halda þessu svæði líka því að annars Edison í drullunni en Brian finnur hérna býttu, nei þeir ná að opna þetta en þeir ætla samt að splitta á þetta svæði Fyrir grifju geta vonast til þess að þetta verði þeim í hag ofvirkur, þeir ná actually að refsa þeir vita plantir hennar svæð, einn og nú einn maður eftir, það Brian getur hann gert gott úr þessu, 1 á 3 ofvirkur bjarga þessu en Brian að snúa þessu við Edison einn eftir, hann opnaði, getur hann lokað Þetta Brian allan daginn Double bicep, nýmjólk í forgrunn og það first round til Vega aftur komin í gang og ég sagði einmitt við því hérna þegar við lokuðum á leikinn að hann var hættur að flexa en við sjáum hann allavega að koma þessu aftur í gang. Þetta var svona hissaflexi Já, þetta var pínu svona, ég ætla ekki alveg að fara í að vera æðaber og ekki alveg að vera rauður í framann en gætum séð það koma, en þeir allavega hafa það að þeir eru með mappi á bakvið sig og það ætti að vera svona minni pressa kannski á þeim núna til að gera, vera bara með eitthvað place líka sem að snirtilegt samt bara til að benda það mjög snirtilegt hjá Brian að Ofvirkur gerði þetta mögulegt með því að ná þessum 5 fröggum plantið var í gangi en dugaði ekki til, byggust ekki við Brian þarna en þá sjáum við einmitt svona byrjunna á utilityinu, það ennþá ekki fullt borð hjá báðum liðum en hægt og rólega fer það í gang. Solo einmitt að spila hérna Jiggle fyrir info og tilbúin að kasta smókinu til að stöðva executið, kýsa henda honum bara strax niður og Grenan á að lenda ofan á honum, hann aðeins að bakka frá henni, tekur ekki allt damageið. Við erum konum með MP7. Já, MP7, fyrsta MP7 á Finus. MP7 1. Er það að koma? Nei, ok, það stórt call að fara að hendi eitthvað svoleiðis protection, sko. Ágæti stuðlar á því, örgulega. Hendur svo Edison og ég skal kannski trúa þig. Nei, ég ekki eins og svo viss. Ofvirkur, spottar höfuð og Kitta Disco. Finus, MP7 gæti verið að fara að æla útskotum, en... Nei, hún alltaf léleg. Það bara kallað Finus. Finus sýndi okkur að hún ónýt ennþá. Þetta drastbissa. Hitt hann haus í gegn. Þetta var eitthvað dingkljóð. Ég var með hendina á auðuna akkurat þegar þetta gerist, en... Og þetta skotið sér á hittin. Nei, hættu. Strákar, ekki fýta Solo í gang, maður. Aðeins og kokki þarna heyrist einmitt eitthvað skrifast í chatið. Flott skotið, eitthvað svoleiðis, en enda flottar í gangi. Ekki gefa þessum manni ego. Þeir þurfa ekki meiri svoleiðis leikmenn hjá KPI. 11 HP á honum, notabenni. Þú sagðir að Solo þarf að fara í gang. Sko, ef að þeir ná að skjóta hann í gang þarna, þá geta þeir bara í alvörinni átt erfiðari leik, sko. Þetta bara að grafa sína eigin jarðarför, sko. Það bara að vera, hnífurinn úti. Þetta svolítið svona, það svolítið djart, sko. Frá Vírus líka, sko, hann spila sig sem svona góðagaurinn, sko. Þarna vildi hann bara setja kuta í bak, sko. Já, algjörlega. Nei, ég segi svona, allt gott. Ég skil svo sem alveg hnífinn hann í stöðunni, en þeir voru líka 2 að fara í hann, en hann snýr sér við og hittir þessu 180 dík bara strax í smettið, sko. Og út frá því 2 í viðbót. Það var bara, mér finnst ekki eins og það hafi tapað þessu randi. Tactical timeout tekið af KPI fyrir að lesa í peningin hjá Vega. Náttúrulega þökk sé Solo, þá var hann að minnka peningin hjá þeim gífulega, þannig að þeir ætla að reyna aftur í force. Þetta er mjög riski. Já. Þið sem að horfa heima. Þetta gæti kostað á 4-0. Þá til að fá fyrsta alvöru kaupi sitt í gegn. Og það verður ekkert sérstætt kaup. Kemur allavega í ljós. Ansi mikið undir. En Vega eru alltaf að fara að forsa ef við tapa þessu. Fíla að reyna þetta samt sem áður. Þarna varstu bara að tryggja að þú ert komið með 1 auka leikmann. Þetta er gott, 68 HP á Vírus eftir grensur. Bakka sinni ná Rodríguez og Solo á B-slætinu. Þessi leikmenn triple neita í Fallen. Þetta er skemmtilegt, mjög skemmtilegt að gera þetta. Gera á hrætta standa líka í Fallen.
smókur á B-inu sem kom frá ofvirk. Flass til að kíkja en Toxic spila á anti. Munið þessi kaup hjá KPJ borga sig. Spila þetta mjög rólega, eiginlega ekkert með þess að fara á móti. Það er ætlað að gera það áður en að mólinn kemur. Hættir við. Flassi kemur þeir heyra það bara, heyra tikkið. Já. Þetta, Hann fer samt áfram út frá þessu, Flassi kemur eftir, þannig að hann þorir í kóli en það verður hans örlög. Vírus fellur hann og núna eru þeir 4 eftir og ekki með góð kaup og eiginlega bara ekkert í fylgdi eftir. B-kall, þeir gætu ennþá haldið Smókurinn. þessu. Næsti smókur. Choke-smókur á besta tíma og það gæti verið ástæða fyrir að þetta bjargast fyrir það. Koma sér nær hérna, Rodríguez spilar anti-blast og það virkar en hann er ekki að tengja skotunum. Solo fær 2 en það dugar ekki til. Þannig að þarna er kaupin að kosta þá. Vírus hinum meginn náðu bara 5 frökkum á alla A-leikmennina. En já, gott og vel, þeir eru búin að ákveða að fara bíð, fara þar inn, ná báðum frökkunum. Rodríguez, MP9 sveikan þarna. Já. Strangheiðaleg tilraun hjá KPJ að forsa inn í þetta með þessu 3 frökkum á Deglun og Solo, en uppsker eins og þið sá, tapa þessu rándi, þurfa að spara núna og fá ekki fyrsta kaupið sitt fyrir í rándi númer 5. Og svo ég segi, það verður ekki gott kaup, það verður MP9-ur, M4-ar no util. Lítill peningur með einmitt og þeir þurfa eiginlega líka bara að sækja sér gunfights núna en það er einmitt Vega veit það og vill fá það á móti sem þessu þar. Það er akkurat það sem gerir þarna, Óverkur reynir, sömuleiðis Edison en þetta er bara að falla allt fyrir fram að þá. Vita hvað Rodríguez spila bíð, þeir eru búin að kíkja inn í hann. Vissulega hefði getað hlaupið yfir á æð á tímasetningu en þeir eru frekar kóðkrustir hérna að hlaupa upp miðju, bara 4 með rifla og hluta planta niður bombunni og já, uppskýrað 4. rándið sitt. Þetta er þægilegt afkvæmt allavega. Ég er ekki mikið stressaður. Nei, ég held að Vega séu líka bara ekkert stressaði með hvernig þeir eru að spila. Þeir eru bara búin að lesa einmitt eins og segir kaupin hjá þeim, vita hvað þetta kostaði þá. Sjá kaupin koma þarna á móti og ég ætti að geta lesið þetta. Rodríguez er með kannski eitthvað sem hann vonast til að geta nýtt í næsta rándi. Spurning hvort að hann sjá að kasta byssu til að hafa 4 leikmenn með heilbrigt kaup og hann spili eitthvað minna. Gefa Solo digluna kannski. Já, gæti droppa M4 og fengja MP9 í staðinn og hérna lyfti einhverjum A-spilar að fá M4 því að náttúrulega Solo og Rodríguez spila B saman, vilja fá utility til að blokka. Mikilvæg er hann og hann heldur allavega hjálmunum á sér, eða armorinn afsakið. Hann kaupir hjálm. MP7, ok. Það eru allir með full util nema Óverkur sem að situr á smókgrensu Flassi og það er Rodríguez sem að fjárfestir í kit. Edison er líka með 1 stykki. Ekki allir leikmenn komnir á fraggborðið. Rodríguez heldur missir armor og kaupir armor með hjálm. Já, algjör með dýrblindur. Daurblindur. Hér sjáum við með utility bombuna. Þeir eru 3 hjá KPJ að halda banana og það geti verið fín byrjun fyrir það en á sama tíma eru þeir að lesa þetta hinum megin. Já, þeir fá frökkin, þeir missa sætið. Jú, þeir eru með bombuna, það er rétt sjöður. Ó nei, þetta fer allt í köku hjá þeim. Ok, þeir eru komin inn í leik. Þeir eiga að vinna þetta ránd, langar mér að segja. Já. Þeir eru mjög lágir. Bara, þeir eiga 100% að vinna þetta ránd. Þeir eru með man advantage, þeir eru með bombuna, þeir vita ekkert hvar KPJ eru og þeir eru komin í sterkar stöður. Einmitt, er að spila þetta ránd til fulls, vita það er þetta, þeir þurfa þetta til að byrja að byggja banka. Bankin hinum en er orðin svolítið sterkur og vilja fara að brjóta hann niður. En þetta er stærkisrar. Kíkir þetta angul, fekk hann innfáðu undan. Og núna veit Sörk að það er einn close í rampinum. Spottar hann líka. Grenan er góð líka, en hún var hérna til þess að sprengja smókin og nú er bara Edison 1 eftir og þeir eru einhvern veginn að gera gott úr. Ó nei, tímasetningin!
Hann fær ekki einu svona skjótur byssunni. Hvernig missa þetta? Ég trúi því ekki. Í fyrsta lagi þá Rodríguez settur til að halda baki. Hann fellur fyrstur með því að taka angul þar sem að þeir geta komið úr rosalega mörgum stöðum. Og hinni tveir, eitt klírar út banana og Sörk vissulega finnur tímasetningu og síðan eru þið bara að nota utilisitt vel til að klíra út rampinn. Sörk búinn að spotta út leikmann sem að framan í rampinum, þetta bara vel spilað á Vega og KPJ kastaði sér aldrei frá sér. Erfitt ránd vissulega, þeir voru lágir eins og þú bentir á, en það þarf ekki að taka fætinn. Nei, Vega einmitt eins og segir, bara skrappa saman einhvern veginn út úr þessu. Þeir spilu þetta bara ógeðslega vel. Þeir vissu líka að þeir væru að halda bombu hérna, sérstaklega með fyrsta killina Rodríguez. Þeir eru búin að spotta bombuna, þeir eru að spila hana, vita sennilega einhverju lágir, en hjálpa líka þeir eru að núka smókin að þeir fái einmitt eiginlega bara frítt kill þar. Hann bæði tekur damage og spreyðið á sig. Hjálpar heldur ekki að Edison akkurat með smók uppi þegar það píkað. Þannig að það var eiginlega svona líka svolítið bara smá óhefni á KPJ. Mér fannst þeir eiga að geta unnið þetta, en dugaði ekki til. En núna lágur já, þeir kaupa allalið niður, þetta Af hverju smókur ekki bara út rampinn? Bara toppinn á rampinn? Þetta erfitt fyrir KPJ að komast inn í þennan leik svona seint. Disko með Finnur og ofvirkur fellur í Marko. Edison með einn úr grifju, Rodríguez með einn tilbaka á solo, gerir vel en hann skítlár, 2-2 og þeir að fara að rótita alla leiðina að B, en hins vegar þeir þurfa að pikka upp bombu. Bomban liggur í rampinum, solo, þetta ekki fair fight, Sörk. Og á sama tíma þá hann búinn að sækja Brian á B-sætið frá sétirliðinni. Spotta þarna að Rodríguez að keyra niður banana. Hún bara treystir á það, Edison núna 1-2 og erfitt. Enn og aftur ætla samt að reyna, en lappar hann ekki inn í smók. Ó já. Já, easy peasy, lemon squeezy, Vega 6-0, þeirra baka KPJ. Það sjálfsögðu tóku stóran sjens þarna snemma í leiknum og það bara bítað á rassinn. Þeir fengu dauðafæra rondi. Eiginlega. Ég bara hundfúll út í þá fyrir að hafa spilað þetta svona. Þetta mjög vont og núna, ég meina, þú þarft að fá þessa leikmenn aftur í gang núna. Solo mættur, já, en þetta voru exit frá kjánum, 3 diglur, en hann samt komin í gang, það sést alveg að hann að hitta, en nú vantar bara KPJ liðsheim, bara það ekki staðar, þeir að sækjast í eitthvað sem þeir eiginlega bara geti ekki verið að sækjast í. Sörk og Kitty Disco, finna hérna opnun, Edison hittir höfði, og ennþá með þetta nú og örugt hérna og sækja 7. rándið. KPJ ekki komnir með neitt. Þeir eru með kaup núna en þeir verða að vinna það og rest eiginlega. Þetta allt bara erfitt. Tvímælalaust. Þetta lítur mjög illa út fyrir KPJ akkurat núna. Þurfa rest eins og þú segir og hérna sjáum við Team Economy. Það bara blússandi sigling á efnahæginum. Sörk á 12k. $12,000. Það insane, sko. Þeir eru með banka, ég ætla ekki að segja út restina af þessu randi. Ég meina, ef að KPJ nær að gera eitthvað með þessu, en ef þeir tapa þessu randi, þá eiga bara banka restina og þá erum við bara að horfa á, létt 2-0. Ég ekki orðin mjög bjartsýnn með pikkið mitt eins og áðan. Þeir allavega challengea hérna á bananan og þetta einmitt það sem maður sér og þetta ætti að vera þeim í haginn. Þeir missa einn mann í kjölfarið en samt sem áður þá eiga að geta fórnað einu manni en þeir eru svolítið að veðja á það að Vega reyna að taka banana aftur og eru þess vegna með 2 leikmenn hérna, einn að spila antiflass með höfuð upp við vegginn, resmóka en það ekkert á leiðinni. Þetta alltaf bara að lenda á Finnus og ofvirkur smókaður út næra að koma sér fyrir apps mögulega þá með lífi. Mollin kemur út en kemur seint út, það enginn í pittinu. Finnus nær einum en þeir eru búin að vefja utan hann og ofvirkur mollaður út
og fær bara rétt að sjá inn í gegnum mólan. Ég held að gefa honum ekkert frýtt. Smókurinn kemur og tryggir það að þetta verður plantað og held ég örugglega bara rangt fyrir að erfitt retake nema Edison á að brjóta það hér á shortinu. Gæti komið og gert eitthvað skemmtilega í tennis. Klírar út Boiler. En Reesmoker gerir þetta ansi erfitt. Reesmoker fyrir Library. Því að Ofvirkur, hann lætur heyri sig í tennis. Ekki Ofvirkur, nær, ekki Ofvirkur og Edison. Brian einn eftir. No way! Gefa þetta alltaf frá sér þarna á Brian ekki sáttur en þeir eiga nóg í bankanum til að styrkja við þetta allavega. Þeir eru, komnir á borðið, það þurfti eiginlega að vera líka núna. En á þeir að halda momentumu gangandi, af því að Vega, þeir líta betur út mid-rounds og við höldum áfram að sjá bananafætin þar. Þeir voru búin að stilla sér snirtilega upp KPJ fyrir antiflassinu og held ég að við fáum að sjá það gerast. Ég held að trixið sé kannski bara að fæta kontesta banana meira. Já. Að ekki að gefa Vega alla slóðina upp, af því að þar er það sem að þeir vinna, þegar þeir hafa ekkert info hjá KPJ. Niður banana. Hérna ættu að koma nokkra grensur fyrir Fallen. Teikið komið fyrir banana. Þeir eru búin að eignast basically allan banana akkurat núna. Búin að íta KPJ aftur inn á B-setu. Þetta er nákvæmlega sem Vega vilja og það sem var að ganga upp fyrir þá. Smókurinn aftur og þetta skipti fær Rodríguez akkurat í hinn áttina. Hjálpar aðeins til en samt tekin smá skráma af honum. Þeir eru spilaðir hérna upp fyrir Doppul á Marko. Appskontrólu algjört hjá Vega. Kittisko opnar þetta, Ofvirkur nær einu tilbaka. Sörn heldur línu, takkar þetta niður, grýpir í P250 og klárar frakkið sitt og þá eru þrír. Þrír eftir í sókninni, en sóknin ætlar að halda að B-inu. Það er boost þar, solo á toppnum. Þurfa frögg, ætti að klíra þetta út. Gott boost og Brian, hann er búinn að spotta hann líka. Ó nei, hann er ekki að tengja hann, þetta ekki. Og þetta var tæft, en hann nær einum niður á hann fellur. Og nú er komið auka maður til að aðstofa við þetta. Hann er að gera gott úr þessu heldur niður. Þannig til að Finus kemst fyrir í CT og hann er að taka síðasta mann út. Solo spilar þetta vel og heldur þessu bara lifandi eiginlega sem að skipti máli þarna. Algjörlega, vinna út hálfleikinn, það er nákvæmlega það sem við þurfum að gera hérna. Peningurinn ekki upp á 10,5 akkurat núna á Vega en ná að jögla út byssum þarna fyrir alla, AK-ar fyrir alla en þarna náðu þeir loksins að halda í bananatekinu hjá Vega. Tæft, en voru einmitt með gimmick boost þarna. Það er líka staðið en bara hvað þeir eru báðir. Hérna sjáum við Rodríguez reyna að challengea þetta. Þeir eru komnir með meiri hlutin af banana hjá Vega og eru hérna búinir að senda KPJ alla leið tilbaka þar sem að þeir hafa ekki lengur info. Núna geta það sett pressu á allt mappið og það er einmitt eins og Inferno spilast. Þess vegna er þetta svo gríðarlega mikilvægt svæði því að nú þurfa KPJ eiginlega bara svona öppis. Sarðan grensu sko. Það var geggja. Finus komin inn í Boiler. Mollin er góður, ítir Sörka það niður og ætti að hafa soundspotnaðan en bomban að fara inn á banana sem segir okkur að nei, svona bakka frá því. Selja bíð og Finus, þeir munu kaupa þetta ennþá meira sérstaklega þar sem að smókun kemur og hann að sækja info sér ekkert miðunni en spottar núna Brian koma sér þetta upp. Hvernig hann heldur sér lifandi, þetta er þetta risastórt. Já, Ofvirkur er inn á A-sætinu en hann er að vera óþolandi Finus hérna því lengur sem hann heldur sér lifandi. 40 sekundur eftir, nægur tími svo sem til að vinna með en Toxic og Virus bara 2 eftir, 1 á banana og hann með bombu. Búinn að finna hann loksins og þá er Ofvirkur með pressu á sér. Ennþá eru þeir samt að halda sér á banana 2 og ég held það er bara rétt að callið en þurfa sem eitt núna eins og Edison er að halda CT-inu, vita ekkert Markovið. Toxic kemur með smoke, ætti geta smóka út CT og þá er Edison doldi á myndinni, getur bara komið í gegnum séð, jafnvel gegnum smókin. Þetta sjáum mikið gert, leikmenn tilbúin að strauða sér út. Þeir eru með örgla núna leið og actioni gerist og gerir það, treytar vel eftir solo, lætur solo píka fyrst og þá stekkur hann út úr smóknum. Athygli á honum
en hann sér að loka. KBJ að gera mjög gott úr þessu og þarna var Finus með allt infóið, en nær einhvern veginn 2 þarna og maðurinn í apps í þokkabót hefði alltaf átt að ná honum. Já, 100%. Hann var í frábæri stöðu til að krækja í það fragg, en 3 rándi röð fyrir KBJ bara, ok, herru, þetta er frítt ránd. Núna allt í hennu konur í dauðafæri að komast í 7-5 eftir 7 ránd í röð hjá Vega. Þá eru KBJ loksins að rétta bátinn af. Fyrir að komast í gennum þetta ránd, ákveða að kaupa. Þau geta svona tekið Mac 10, tekkur, eitthvað, en taka sénsinn hérna, sem að þýðir að þetta ránd ansi mikils virði, sérstaklega sem að Vega komin í full loss bónus eftir þetta ránd ef þið tapa, en það eru tekkur og mökkur. KBJ að treysta og vita lengur þeir þurfa meiri ránd, þurfa bara og eiga bara að vera að hitta. Ofvirkur fær einn og hann treytaði strax út og þeir ætla bara að taka spilluna núna yfir á A og það rétta kólið. Þeir vita strax hjá KBJ þetta A, þeir að nýta sér þetta. Missa 2 leikmenn þarna snemma. Lágir, mjög lágir. Mjög lágir, það 1 maður og það Störk og hann spottaður og hann hleypur með hnífinn í gegn, heldur að sé bara 1 í rótitinu og nú 3 menn lágir. Þeir eiga fullt af jútil, alveg fullt af jútil. Klassi kemur á shorti og þarna vita það einu sem getur hjálpað þeim. Mýrus veit hvar báðir leikmenn eru. Rodríguez 1 á 3 núna. Hvar eru þeir? Þeir eru, já, í draumunum. Þú sérð ekki mikið lengur núna. Það Toxic sem að tryggir 8. rándi fyrir Vega og stöðvar momentumum sem að KBJ voru farnir að byggja og þarna sjáum við einmitt eins og segir. Mac 10 eiginlega bara eitthvað sem að neyðist þess að vera á solo og Finus hvort þeir geri eitthvað annað úr þessu kaupi, en já, þetta var dýrt. Digla og MP9. Já, þetta slæmt. Solo treystir á Digluna til að með fullt belti. Já, og sem kannski það rétta í stöðunni. Þeir eru kannski að frekar að búast við að þeir séu með góða byssur, lélegt utility, en Solo kýsa að hafa frekar utility og tryggja B-sætið. En þeir verða að fara að finna eitthvað hjá KBJ og Ofvirkur búin að stilla sig upp fyrir flash. Hvort það var svona anti-flash út frá. En sjáu hvað eru rólegir og að bíðast eftir einhverju endri. Hérna kemur flashið gull fallegt, en það 2 að spila anti. Edison nær einum, en svo koma 2 og sikkur í hliðinni og treyta það strax. Og 4-4, 3-3, því neðsögur förum, því betra þetta fyrir Vega. Ofvirkur nær einum, en treytað út leið. Sörk fann að leita málverkum þarna í húsinu. Finus. Kíkir hann inn í Sörk og hann finnur fraggið, Solo komin í rótætið hana yfir, en hann bara með díkul. Hann bara með díkul í höndunum. Gerði vissulega gífulegan skaða í anti-íkónu. Spreyjaði niður, kassin því miður bara, þetta ódýrasta crossfit-plötu svo færð. Það að minna Rodríguez á að þetta væri senasta landið. Hann var að fara að halda á þriðjendinginum, vappanum. En Library vappin smókaður út eins og alltaf. Reynir að vill fá eitthvað móti sér, en Rísmótið bara komið í gegn. Það bara ekkert sem hann getur gert hérna. Hann veit að það meira sem bara líklega að hittum að því að spammi gegnum smók smá gap hérna og næra að tengja við það, en að fara í gegnum smókindina eiginlega bara ekki hægt. Nóskopið hefði átt að vera hans eina nóskop, fekk sens og öðru, en tíminn var bara búinn að fara allt og langt í burtu. 9 ránd fyrir Vega og þeir eru mjög sátti með þessa terrarhlið. Fara núna yfir í CT-sætið í sínu map-picki og eiga geta verið bara mjög rólegir. Hvað gerir KBJ hins vegar? Já, þeir þurfa heldur betur að taka á honum stóra sínum og verða að byrja á pistólinu. Byrja að fá fyrsta rándi og byrja að stakka upp rándum. En þetta það sem við vorum að tala í Anubis, þetta MR12 fyrirgjöðu. Þegar þú tekur þetta force í öðru og þriðja rándi, þá sem CT, þá ertu komin aldrei upp í vegg. Þú tekur þetta sensinn á að vinna það ránd. Það bara dýrir að vera CT. Tekur sensinn út og þetta Inferno, heldur þú getur unnið það. En allt kom fyrir ekki.
aggressífur hérna, Rodríguez finnur opnununa og þeir eru búin að ná að veðja sig utanum og dingið á vírus í þokkabót og ég held að þetta séu öruggt plan fyrir það, allavega byrjar vel fyrir það í pistólinu og þakka fyrir það að pistólið hleypið í að hlaupa og skjóta á ferð en Toxic komin hérna framlega en smókaður út og nú þetta eiginlega bara svolítið ómögulegt retake myndi ég segja. Brian að vísu með dúlís, hann ekki treytinu, Sörk finnur opnun en það Toxic núna 1 á 3 og hann þarf að gera nákvæmlega saman Rodríguez, hleypir ekki smók nema það að Rodríguez hinum með smókin búinn að læra þetta, veit hvað þarf að gera til að stöðva þetta. Hann hefur skýðið dáðu drengurinn! Bara frá hinu sjónarhorni, not again sko. En, ok. Fín byrjun fyrir þá, byrjunin þurfa líka að fara bara að strengja saman rondum. Það að fara að koma fullt spari á Vega og ég held að þeir viti betur en að fara að kaupa niður núna. Ekki... Já, þetta er bara mjög agað play. Að, þú tekur bara USP-pistólið, við erum að vinna leikinn, tökum vera bestu sénsinn okkar. Við þurfum ekki að taka á þetta. Einmitt, og gera henda smóks snemma og svolítið djúpt á banana og ég fíla það svolítið mikið og fara síðan 5 yfir á A, þannig að fara með þeim þangað. Ég veit ekki hvað þetta stakk átt að vera í apartment sem myndi hata þá rifla á mótum með uspur þar. Já. En þeir eru búin að labba í gegnum smókin á B-nu, djarfur og sjá líka, það ekkert í gangina. Rodríguez að klíra út B, það engin hérna. Það engin. Og ég held ekki bara að koma. Já, þeir væri búin að sína sig ef þeir væru þarna. Ég held að þessi bara 100% rétt að kól, bara ólíklegt að það væri allir í kirkjunni og já, þú væri búin að labba í stakkið ef það væri og þetta þýðir bara að stakkið hinum megin. En sjáðu, þeir ætla samt ekki að hleypa þeim í burtu. Þeir eru ennþá með leikmenn og reyna að taka eitthvað í rótetið. Edison hérna í hotninu og svingar út frá þessu. Það verið að stilla Mac-10, safna peningum hér. Þannig séð að eina sem þið geta grætt á þeim, þannig séð, þetta bara uspuspar. Rodríguez með 1 og ofurku klárar þetta á Brian 9-5 en núna fáum við kaupið á móti. Vega, hvað ætlar að gera í sínu fyrsta gunnándi eins og ég hef margoft sagt, já vissulega, það búið að buffa peninginu á sítinum og minnka kostnaðin á M4-unum. Þá eru þeir að pæla í því, eigum við að kaupa þetta út af því að þið vilja fá vappan á vírus. Þú ert með 4 galil sinnum með því, það svolítið svona kannski sem að hjálpa þeim, en það bara KPO, þeir eru bara að hitta þegar ég held að ætti geta skipta ómiklu máli hjá þeim, en já, einmitt svona það kannski eina sem að getur verið það sem að kostar það og sér líka núna að Kitty Disco, hann kaupir til dæmis ekki hjálm fyrir alltaf í utilityð og það getur verið að vonda að því að maður sér menn gera þetta, kaupa ekki hjálmin út að þú ert að spila yfirleitt á móti A-kás en þú ert á móti Galil og þar hann bara að fara að vera one shot. Edison ennþá með Mac-10. Hún á eftir að vera frábær á móti þessum, já, það bara einn. Okay. Já. En þú veist, þetta kostar grens, þetta kostar flush. Jú, þetta er dýrt og sérst einmitt bara, þeir eru bara nánast búin að brjóta allt í tulli. Með 4 smóka og það einmitt bara til að reyna að ná þessum chokepoints. Vona að KPO spili hægt en þeir eru að taka kontrólið strax og snemma og reyna að blæða út smókunum snemma hjá Vega en þá eru þeir mjög rólegir, ekki að eyða neinu. Hér kemur smókurinn, góðum tíma. Rétt svo þegar Edison ætlar að koma sér í þetta, reynir að stilla sér upp fyrir spraylínuna, það ekki í tekingunni, en... Ágætlega vel tímasetti smók svo sem, en það á 1.15 sem að fer út, þannig að þið þurfa þriðja smókin á B til að blokka bróðpartan sem er með solo, tekur bara fætt í miðinni, vírus, finnir fraggið á solo, grensa á CT sem að Rodríguez ákveður að delaya örlítið, gæti verið á réttum tíma til að ná Toxic að það, heldur betur. Alltaf búið að vera þessi 25 sem að tekur að. Þeir alltaf geta verið meira þeir alltaf annarkvort að labba línunni eða labba frá henni. En já, smókunum kemur þá þar strax og eftir. Finnur reynir að ná einhverjum en hann skilur fyrir rótandi. Hann fer bara allarleið í gegn. Þeir alltaf executa en þeir fara allir inn á núna. Brian einn aftur inn á og hann dettur út. Það Finnur sem að finnur hann. Og Toxic núna eiginlega bara að halda þessu svæði ef eitthvað er. En búið að smóka hann út. Hann býður allavega upp á retake með þessu fraggi.
Það vissu Sörk sem að spammar líka í gegn. Ok. Eiga eitt molla, þurfa að geima hann til að þessi smókur er farinn eða þá að það fara í gegnum hann. Smókurinn á sínu að beita ekki Kitt. Sörk nær einum, Rodríguez stendur í báða fæturinn, Kitty Disco gerir vel. Nær Rodríguez og þá ætti 10 sekúndur diffjúsið klálega að koma í gegn á 10. rándið fyrir Vega. Perfect retake hjá þeim myndi ég segja. Bara það að, eiginlega bara það að Toxic og Sörk ná þessu saman fraggi inn á. Það er áður en að spammar ekki henni smók. Þá svona, hei, við getum reynd. Svo kemur spammið, við erum að fara að reyna. Þannig að þá einmitt bara svona opna þetta, að þetta er líka eins og segir, svo mikilvægt ránd að þeir þurft að vinna þetta. Þeir kaupa þarna niður M-ferkana og áttu ekkert töldi. Nú eiga er fullt belti. Sörk aðeins minni peningur til á honum en samt nægur peningur. Þú ert með 5 smóka, þú ert með no utility til að geta gert damage á móti banana eða contesta það og KBJ ekki mikið í bankanum af þeim og þetta gæti bara verið leið til að brjóta þá niður. Hvort að þeir nái að brjóta, þetta er mjög, örgulega bara mikilvægasta rándi fyrir KBJ í allir seríunni. Sammála því, þetta er rándi sem þeir geta loksins afgreitt peninginn hjá Vega og sett sig í aðeins betri stöðu þarna eftir afleitan fyrirháleik. Rodríguez eins og er að leita þarna. Smókurinn þorir ekki að fara í gegnum þetta og treyta lífinu sínu en gerir gat í smókinn. Já, skemmtileg tilraun. Ég var mjög hrifinn af þessu. Já. Ætlaði bara að labba, finna eitthvað. Fer aftur í gegn þessi gæi. Hann óneitir að fara saman á sama stað og býðin í gegn og Rodríguez finnur opnuna. Hann er búinn að snúa þessi við. Það er bara Brian eftir inn á býðinu núna. Af því að hann lappar í gegnum smókinn. Hann gerir play fyrir KBJ til að blæða út til þið og hann finnur seinni mannin á býðinu. Hann er einn búinn að koma KBJ aftur inn í hennar leik, tvisvar með þessum smókplayum. Smókarinn út, grensaði smókinn, Edison ennþá í þægilegri stöðu. Hérna verður Vírus að koma á banana og hann verður að setja pressu á bananan því að þeir eru smókarinn út djúpt og Edison er í frábæri stöðu til að neita gjörsamlega öllu. Óvirkur Edison, frábælega vel gert hjá þeim. Vírus kemur núna aðeins og seitt og hérna er hann bara að fara að halda. Það er bara call it off. Sætið datt bara í burtu frá þeim með þessu eina playi. Mér finnst sko þeir áttalega byssu til að draga leikinn lengur út, já, en þetta play var bara of gott til að nýta það ekki. Já, tvímælalaust, Rodríguez gerir sig risastóran og hann á þetta ránd skuldlaust. Off-angulinn á Olver tryggir því að hann geti neita vappanum af Vírus, afsakið M-fjarkanum og það er ekkert spar hjá Vega. Peningurinn er brotinn. Já, hann er svona mismass. Kitty Disco insta kaupir M4 hérna, hetju M4 og það gæti verið að Vírus gerir slíkt þið sama, mögulega MP9 eitthvað svo leiðis en hinum einn er allt á blúsandi siglingu. Vega þurfa að taka núna ákvörðun og já, Kitty ákveður að fara í MP9-na frekar, jafna peninginn, mögulega gefa honum Vírus vappa í næsta rándi. Sörk fjárfestir dálítið miklu. Já, 1300 kallar það. Hann er kannan búinn að hugsa út fyrir einhverju öðru. Kitty fellur. Þetta er MP9 sem átti að raka inn einhverjum pening hérna fyrir Vega. Harka sig yfir í húsi með í rauninni ekkert annað að gerast á mappinu og það ætti alltaf að vera haldið. En Vírus stendur í báðafætur en hann er eini á A-sætinu sem stendur. Aftur Rodríguez að labba í angulíu. Þetta skipti er Brian búinn að koma sér í aðra stöðu hérna með bara höfuðið uppi. Vírus, risastórt fragg þarna. En Edison með Brian tilbaka og þetta gæti verið dósaopnun á bíinu sem þurfa. Toxic bara með uspu, fær Sörk í rótitið aftur yfir. Edison klára klippuna á hverju rótitið burtu. Vita af Vírus og A-inu, vita af einum á bíinu. Sörk er eini sem að gæti verið eitthvað á wildcard hér.
Þeir eru ennþá svona ekki alveg búin að ákvæða sig. Það komið með sama frakkarna hjá Edison á B-inu og þá virtist vera eins og þeir ætluðu að breyta kollunu. En áður fyrir þá var þetta alltaf og það virðist vera að loka niðurstaðan hjá þeim núna. Búin að smóka í alls vita hvergi hvar hann en finna hann núna og þar opnast A-sætið. Þá eru þeir komnir inn í leikinn aftur hjá KBJ. Og lítið sem að Sörk og Toxic geta gert í þessu rondi, annað en að spara Toxic með of verðmæta byssu til að fara í þetta. Sörk búinn að sína sig og þar kemur infóið. Þeir ætla ekki að reyna þetta. Og verður tímir raunin ekki byssum með það. Það er plastið eins og það. Hann nær vapan. Já. Allt! Oh my god, hann fer ekki í svingið á miðinni. Ok, þeir ná mögulega að bjarga, hann nær að bjarga vapanum, býtu. Hann nú samt að hönda þetta ofverkur. Komin hérna á second miðina. Ætlar hann að fara alla leið? 12 HP á honum. No way. No way. Ok. Sörk heppinn þarna. Hitta skotinu. Þurfti eiginlega að gera það. Annars hefði ofurkur komið hoppandi fyrir hornið. Séu þarna 2 byssur og þar á meðal vappa sem að ég býst við að Kitty sko ætla að droppa yfir á Vírus í þessu rondi. En Vírus fær í staðinn frían vappa frá Sörk. Og 10-7 staða núna. KBJ aðeins byrjar að slá frá sér. En eru Vega búnir að búa til svo þægilega slóð fyrir sig að þeir þrátt fyrir öll þessi rand þá eru þeir ennþá með 3 randa forskot og núna komni með kaup sem var bara mjög gott spar í rauninni það hann hafi náð þessum vappa Sörk en þeir þurfa að stöðva KBJ lestina núna. Reynan of snemm þarna. Brian komið með retake mollan fyrir Banana er að bíða eftir að heyra eitthvað utility sannlega að kontesta en kýsa hendur bara að snemma. Það róast allt mappi niður, þegar kemur smókurinn niður. Aftur á 1.15 þá er þeir að kasta fyrsta smókn á B-inu. Finna greinilega fyrir einhverju pressu þarna en smók kasta þarna á spónið til að láta vita vappaskotið eins og það lætur Sörk róta þetta aftur tilbaka og henda inn í flassi en snembær næst í smók en já, doppelsmók. Já, doppelsmók, það er góði smókurinn. En það er meira þess að það kannski ástæða fyrir að þeir kaupa þetta frekar og það koma 2 smókar frá Banana það sér 1 maður að kasta þessu en þeir hætta samt við að execute voru búin að stilla sig upp fyrir það og eru núna búin að róteta einu manni frá Vega yfir en enn og aftur er B búið að vera það besta sem að KBJ gera og enn og aftur Rodríguez framalega hérna verður hann maður sem að fer í sóknina fyrst hann er allavega búin að stilla sig upp fyrir mollan til að flusha út Brian hérna baksviðis og meira sér að mögulega báða Toxic komin hérna þeir eru að spila sömu stöðu hvort þeir búast við því eða ekki spila þetta og láta ekki vita af sér. Tími, 7 sekúndur, hann verður að planta, það er ekkert hægt fyrir þeir vinna þetta round bara með því að spila sömu menn, þeir búast enga við því. Rétt. Mjög vel spilað að stakka þarna inn á þriðningin, þetta var bara geggjað play. Hann pánsar ekki strax, hann tekur bara strax fyrsta fæti sem var komið nálagt honum og heldur sem bara lífi. Var bara rétt í stöðunni, ég sá ekki tíman og mitt fannst sko sem að útskýra af hverju hann spilar þetta play. Veit að tíminn er að brenna svo mikið niður, ef hann dreifir planterinn, maðurinn snýr bak í hann getur bara svingað strax á hinn, þeir eru augljóslega búast ekki við þessu út frá því. Og það er bara nákvæmlega sem hann gerir þarna og tryggir 11. rondi fyrir Vega. Einu skrefi nær frá því að komast í map og match point núna og enda þetta 2-0 í sínu map-picki. Lítill peningur hjá KBJ ákveða fjárfesti tekkum, smá jútil, 1 smókur, 1 flass, Appspop, mögulega B. Þetta er svona eina sem ég sé út úr þessu, gætur enda að tekið eitthvað crazy, smóku upp miðju, flass í gegn, hoppa marku eða tennis. Jú, af vísu. Maður hefur séð þessi klassísku, ég myndi kalla það Íslendinga plays, en hversu mikið vita Íslendingar af því, en þeir allavega eru konum með info núna, að kíkja á miðjuna, þeir eru bara að gera nákvæmlega það, virðist vera. Engin smókur kominn af vísu upp, en þeir eru með Edison með 1 flass tilbúin á botnmiðju, hvenær það kemur, komið út, flass fyrir hot
og þá stökkar af stað. Vírus nær einum, kemst ekki tilbaka, Rodríguez treytar þetta út og nú alltaf Kidda Disco hérna í pittunni. Sörk komið til aðstoðar og Kiddi Disco gerir gott úr þessu, nær 2 ára fellur og það leyfir Vega að spila retake og þeir ætla bara ekkert að fara í þetta fyrir en að planti þeir niður. Ó nei, þetta svo slæmt. Planti kom en þeir fara samt út frá þessu viðanum með vappa, eiginlega ekki sem að getur gert. Nær dinginu en það dugar ekki til. Þeir taka þetta og bara, já, nýta sjensin sem þeir fá þarna. 12. rándi fyrir Vega og KPJ eru bara ekki komnir nógu vel í gang. Hrifin af playinu og ná náttúrulega Vírus með buxurnar daldi á hælunum að ná og fá frítt fragg, frían vappa. En já, síðan gerir Kiddi Disco sér stóran að það í grifunni. Þetta bara mjög vel gert til honum og þeir halda pressunni alveg gangandi. Þeir áttu náttúrulega ekkert blokki út til þetta í markum. Nei, einmitt. Og bara eiginlega svolítið svona, þetta einmitt það sem að Akkerin eru best í, sko. Það já, ég að fara að deyja. En að taka eins marga með þér og getur, hann gerir bara nákvæmlega það og í þetta skipti þá Edison að challengea og hann spraytransferar þetta í gegnum smókin, fær 2. Það Brian og Toxic sem eru fallir. Playið var gott hjá Vega en þeir ná ekki að stilla þið upp alla leið. Sörk spottar hérna þínu sem að fyrir gegnum smókin en þeir eru strax farnir út á miðjuna. Nú þetta einhvern veginn afturbúið að opnast fyrir KPJ. Sörk! Fram og til Hvað er í gangi? Solo 1 eftir á 2. Þetta búið að fara fram og tilbaka í þessu rondi en hann með bombuna á sér og hann með allt mappi til að vinna með. Sörk og Vírus þurfa að vera á réttum stað á réttum tíma. Vírus, hann að hallast í áttina að hennu en þorir ekki að fara of langt. Má ekki klúðra þessu skoti ef hann fær tækifæri. Og ég held ég búist við retake frá þeim. Þeir eru líka svolítið búin að lesa þetta. Sörk sér ekkert á bannana. En hvar maðurinn? Vírus ætti að fara inn í hús hérna. Já, fyrir henni boiler. Tekur öruga pathið. Solo í middeltíðinni að fara í grifjuna. Hann aldrei að fara að búast við þessu. Nei. Þetta búið. Ætti að vera það. Ætlar að taka safe plant samt. Ok. Hann komið með línu núna, hefur ekki Solo heyrt þetta? Jú, kemur plastið en píkið í kjölfarið og þar höfum við það. Vega taka seríuna eftir langan Anubis leik og eiginlega bara mjög sannfærandi Inferno leik að þá taka þeir þennan sigur. 2-0 fyrir Vega. Eins og þú segir, bara mjög samfærandi 2-0 sigur og þú veist, já, 13-7 lítur kannski, þú veist, ekki jafn close og það var á tímabili en ég meina, þeir ná 4 rándum í seinni hálfleik sem að ná 3 rándum í síðsættinu. Það bara ekki nóg gott. Þeir tóku þetta sjensa sem að fjallu ekki með þeim og KPJ kjölfarið í rauninni eiga 100% skilið að tapa þessu Inferno en Anubis, þvílíkt stríð. Ef að þið eruð að koma seint inn í leikin og sáuð ekki Anubis þá mæli ég með bara að fara að horfa á hann aftur á back and forth og sýndi líka bara gimmiki sem hann vill sjá í Anubis nýja útfærslunni en það var leikur besti leikur sem ég er búinn að horfa á hinga til í deildinni. Já, ábyggilega. 2 frekar jöfn lið líka og bara 100% réttar stjörnur að stígu upp. Edison í algjörlega í essinu sinu, Vírus að hitta vappaskútum, þetta bauð upp á helling, en pælum aðeins í þessu, þú veist, Vega sitja núna, náttúrulega búin með fyrsta leikinn sinni í seríu 3, umferð 3 fyrirgefðu, og situr núna með 6 stig á toppi deildarinnar. Á toppi deildarinnar og þeir getur kannski bara pínu þakkað HyperCS fyrir það. Já. Svona í kjölfarið það að Dusty missa leik þar sem að held ég bara enginn átti von á. Já, og sko tapa 2-0, ég ætla ekki að segja samfærandi, en þeir gerðu þetta samt bara mjög vel. Ég held að annað mappið hafi verið close eftir að horfa á demóið aftur tilbaka, en þú veist, það sem að Hyper voru að gera þarna var að stimpla sig rækilega inn í deildina og núna eru allir nýliðarnir okkar og svona nýjustu liðin sem að SUS, IA og Hyper, allir búinir að gera bara skemmtilega hluti þrátt fyrir að IA séu stigalausir enn sem komið er. En þeir eru búin að vera með barda og voru með meiri barda í mappi eins og Inferno frekar en KPJ en það fyrir framlóku sem að eiga að vera að gera meiri skada. En það fer kannski aftur yfir í það að þeir kannski byggust aldrei við Inferno pickinu sem getur líka bara verið svolítið ástæð fyrir að við sjáum þá svolítið þurrkað út hérna. Skemmtilegt samt sko að
Vega sem lið og nú tölum við bara pingu bara metagame sem að Vega að spila þetta að vera með mapp eins og Inferno í rassvasanum til að geta púlað upp á ótrúlegustu stundum og koma öðrum liðum úr jafnvægi klárlega eitthvað sem styrkleiki fyrir Vega. Og ég heldur hafi líka svolítið nýtt að núna vera á móti KPJ, sjá að KPJ eru búin að vera að spila vel hingað til. Þeir eru búin að vera on fire, það bara eins og hægt að segja sko. Allavega sérstaklega þegar við horfum á leikmennar sem eru að spila á server og hvað þeir komplementa hvort annað vel, Ofvirkur og Edison. Rodríguez kom seint inn en hann var að gera plays fyrir KPJ og það eiginlega bara ástæða fyrir 2 randum í þessu leik, það var bara hann einn að labba ekki ennum smók, en þetta var samt alveg svona, þetta var ekki bara lökk eitthvað, þetta var allt út hugsað, hann fer hérna með smókinu sínum og smókinum hjá Citymannum sem að kasta hann svolítið stutt, ekki nóg djúpt og hann fer bara með því og tekur línuna þarna alla leið í gegn og þaðan hann bara búin að loka solo einan eftir inn á sætinu. Bara klálega, þetta var mjög vel spilað hjá Rodríguez. Maður leiksins? Sko, ég horfi aftur, það bara vírus eða ekki. Vírus var, ég man ekki hversu mörg kills hann var með í þessu mappi, en svona ef maður horfir yfir allt kortið, þá var vírus náttúrulega bara mjög sterkur og eins og þarna hann lokaði á leikinn, hann gerði aldrei eitthvað vittlust. Hann hitti öllum skotum og þegar hann hitti ekki, þá var það þegar fór í gegnum vegg og hann repíkaði með pistol. Frekar til að halda sætinu safe, heldur hann að bakka og gefa þeim map control. Þannig að hvernig hann var að spila vappan út með 1 skot, en að spila það til að gefa sér fleiri en 1 skot. Þannig að ég horfa á vírus og hugsa bara hvernig hann spilaði yfir leikinn, það bara eftirminnilegasti maður. Ég vona að hafi ekki verið einhver annar með 20 frögg yfir honum, en við fórum líka bara í 2 möp, þannig að það getur alltaf verið. Nei, ég meina, hann var frakkhæðistur í Anubis og það var svona brólið sem að sigraðist og að mörgu leyti mikilvægara mappið í seríunni. Þú veist, restina liðinu steig upp í Inferno og sjálfsög steig restina liðinu upp í Anubis, en hann var gífurlega atkvæðamikill og þurftu í rauninni ekkit rosalega mikið frá honum í Inferno en samt sem áður performaði og bara vel verðskuldaði hjá honum. En þá umferð númer 3 að hefjast, 1 leikur búinn, það annar á 5-daginn. Það spurning, Steipa, verður þú ekki að lýsa honum? Eða? Ég verð að lýsa honum og með mér held ég komið Deathcake, ég ekki alveg viss, en mér skilst að hann sé einhvers staðar í Austurríki, já. Snjóbretti maður. Hann komið tilbaka. Það engar ágjörð af því. Komið tilbaka. Komið tilbaka. Það Þór Saga sem að þeir fá að horfa á þar. Ég verð klárlega að horfa á þann leik. Vonandi verið það líka. Takk kærlega fyrir kvöldið og við þökkum fyrir okkur.